Heil og sæl og verið velkomin að, tækjunum. Heldur betur. Þáttu númer Birkir. 249. Aldrei klikkaru, það styttist í 250. 250. Já, heldur betur. Það er risastórt maður, Já. áfangi. 2.000. Það gengur vel. Já, það gengur vel og það sést á gestum kvöldsins. Jú, Þetta er alvöru þáttur í kvöld, þar sem við ætlum að ræða stóru málin áður en við komum að þeim, þá eru það, hversdagsmálin. Já. Það er áhugaleysi, öryggismyndavélar.is. Já. Hágeða öryggismyndavélar á ótrúlega góðu verði. Já, er ekki einhver faraldur núna í gangi það? Jú, ég veit ekki hvort þið sá kvöldfréttirnar á dögunum, en þeir eru óprútnir þessir aðilar. Þeir eru að stinga tannstönglu milli stafs og hurðar og ég veit ekki hvað og hvað, en þú getur svona sportnað við þessu öllu saman með Hero-vélni. Já. Það er svona entry-level vélfræðin, 8990. Já, sælis. Það er bara í raun og verið að gefa það og hún fylgir hverju fótspori. Hún gerir það. Hún eldir. Já. Og það er held að svona vel kostaði 60, 100 ég veit það ekki. Já, en það er 8990 og tekur 3 mínútur í uppsetningu. Annars mæta þeir á staðinn og setja upp fyrir þig. En að þætti kvöldsins. Gestir okkar eru Einar Þorsteinsson, fyrrum borgarstjóri og oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík og Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Verið bæði hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Að bjóða okkur hérna svona hásumar. Já. Og seint kvöld. Já, það er reyndar, sko, við erum setna ferðin út á Einar eiginlega núna. Já, þetta er mér að kenna. Þú bara að bráða þessu. Já. Einar, ég veit þú varst í fjölmiðlum. Koma hérna með. Já, þú tala hérna. Okay. Það er ekki jafn mikið budget hérna á RÚV, sko. Þetta er ekki einhverju stefnumækjar, sko. Já, þarna, þú baðst mig að, þú nefnilega tókst þriðjuvaktinni í kvöld. Og ert búin að gera það? Ég er náttúrulega bara á þessari vakt núna, hér með ykkur. Ger ekki mikið á meðan, en jú, það var sem sagt að koma í heiminn 4. barnið á heimilið. Takk fyrir. Og við þurftum að koma hinum í svefn áður en ég geti farið út af heimilinu til að mæta hinga í þetta podcast. Þannig að hérna, nú er allir sofnaðir nema náttúrulega minnsti gæinn, hann er eitthvað svona að dorma og drekka hjá móður sinni og heilsast vel og bara dásamlegt. Já. Sko, nú ert þú alls ekki ungur á árum, en... Já, þakka fyrir að finna það. Mér líður akkurat ekki þannig mitt núna, ég er rosa þreytur. Þannig að þú veist, þetta verður bara walk in the park fyrir Hildi og ykkur að hérna... Pakka þér saman. Pakka þér saman, sko. Eldist reyndar er svo gott rauðvín. Já, það má nú segja. Hvernig sumarið búið að vera? Byrjum við þeir Hildur. Sumarið er bara búið að vera mjög gott. Svolítið fljótt að líða, eins og manni finnst nú oft. Sumarfríð fannst mér reyndar, sem byrjaði óvenju seint miðað við oft áður. Það var bara óvenju mikið að gera. En ég fór í 70 afmælisferð tengdaforeldra minna í Austurrísku Alpana. Og það var mjög merkileg upplifun og ég mæli með því. Við fórum í rauninni á 2 svæði í Austurríki sem við höfum vanalega farið til að vetri. Og vorum svona upplifað þetta sumri. Það var mjög ævintýrlegt. Svo bara, ég fór reyndar líka með dætur mína til London í maðurkynnaferð, það var mjög skemmtilegt. Svo bara ferðast landið, sem er uppáhaldið mitt á sumrin og helst vil ég bara vera á Íslandi á sumrin og við erum mikið á Akureyri, þaðan sem ég á ættir að rekja. Og ég var að koma heim bara núna úr 10 daga ferð fyrir norðan. Já, geggjað. Yes. Sko, við erum bara fyrst að spyrja mig, sko, þá gerði ég ekki neitt nema bara að vera heima, þú veist, í garðinum og einhvern veginn að vasast í börnum. Þessi leikskólafrí eru náttúrulega allt og löng og þetta farið að reyna verulega á svona undir síðustu dagana en við feðgar við smíðum svona leikfangakofa út í garði og ég var búin að kempa markaðinn og okkur leist best á svona kofa úr Costco. Já. Veit ekki hvort að hann er einn af ykkar styrktaraðilum. Nei, hætti að tala um þetta fyrirtæki. Já, en það var svona bara myndalegt hús úr tré og bara flott og við fórum í þetta, smíða þetta. Bæklingurinn var svona 80 blaðsíður og svona 40 tegundur skrúum og þetta var, sko, eiginlega eina sem gerði það verkum að ég kláraði þetta var það að sonur minn var að horfa á. Ég hef ekki getað hætt, skilurðu. Ég sá mynda þessum kofa hérna og við eigum alveg eins kofa. Og fyrir svona 6 árum síðan, þá var hann keyptur í afmælisgjöf fyrir dóttur okkar. Og eiginmaður minn og faðir hans, tengdafæðir minn, ætluðu að setja hann saman. Og ég horfi á þá, tímunum saman, með þannig að hann ekki staðfest 80 blaðsíðna bækling, klóra sér í kollinum, hvorugur þeirra sérlega handlaginn. Og það endaði þetta með því að ég þurfti að setja þennan kofa saman. En hann stendur enn. Já, gott. Ég er líka til þess að gera þetta flóknara, því ég vissi ekki að við bara keyptum hann kofa, við þurftum að hafa eitthvað að gera í sumarfríinu hjá drengnum.
og ég hafði ekkert hugsað út í það nákvæmlega hvar ég ætlaði að hafa hann. Þannig að það endaði á því að ég þurfti að smíða eiginlega hálfgerðan sólpall undir kofan. Já. Þannig að þetta óks einhvern veginn og varð bara skemmtilegt, öflugt verkefni. Þetta var það svona sem stendur eftir fyrir utan það að hérna náttúrulega barnið sem kom í heiminn, sko. Hann hefur lært að garpið einhverjum að gera þetta ekki í mýri, sko. Já, klókt hjá honum, sko. Einmitt. Þetta var svona þéttningbyggðar hjá mér. Það er að tala samanlega, takk. Já, hérna, ljómandi gott, búið að vera... Er ekki búið að gott viður í sumar? Þau eru nú tölvöld eldri við. Þetta er búið að vera gott sumar. Ég sammála því, já. Sumrun undan og svo sko, vorið var líka svo gott. Já. Það byrjaði mjög snemma. Og ég man alltaf, hérna, það var svo gott vor að ég man að 3. maí var alveg geggjaður. Og ég man að við sögðum ef að sumar verið ömurlegt þá áttum við allavega 3. maí, sko. En svo komu margir alveg geggjaðir dagar í kjölfarið. Þannig að það byrjaði vel mjög snemma. Ég er sammála því og maður þorði líka að tala um það af því að hérna maður vildi ekki jinxa þessu og hérna að því þú ert nátt alltaf og sagðir sko hérna þið var sumarið gott og hérna að þið verum eldri skilur en þú er búin að lifa fleiri sumarin þú ert núna í annars skipti að segja þessi mjög gamalt sem er kannski ekki eins og ég muni bara gamla daga bara sem með 50 ára mælingarnar á sumrinu í kollinum en sko mér finnst þetta geggja sumar og hérna bara meiri segja að rigningin var góð sko það var bara æði. Já, sammála og einmitt bara fá kickstartið og svo, já, þetta var bara í sammála, þetta var geggja sumar. Já, ég vonandi ekki búið, vonandi að fá eitthvað smáðið upp. Já, en við skulum bara keyra á þetta, tökum skólamálinn í borginni. Það sem Hildur, þú hefur farið mikinn og saka borgarstjórum að grípa til varna fyrir kerfið en ekki börnin sem augljóslega fá ekki þá menntun sem þau eiga skilið og sömulegis tala fyrir því að sé nauðsynlegt að framkvæmt verði ytra mat á öllum grunnskólum borgarinnar hið fyrsta. Akkur er þetta mikilvægt? Sko, ég held að við þurfum bara að tala hérna svolítið um skólakerfið í heild sinni og þróun í menntamálum á síðustu árum og áratugum hér á landi. Og hér þurfum við þetta að athuga að höfuðborgin eru þetta gegnir ákveðinu forystuhlutverki og ætti að gera það og á að vera svona fremst í stafni í þessum málum. Við sjáum að það sem hefur gerst yfir ákveði tímabil er að ekki lengur er unnið eftir nægilega skýrum gögnum eða mælanlegu markmiðum í skólakerfinu. Og niðurstaðan er svo að börn sína sífellt lakari árangur til að mynda á PISA-prófum. Það kom nýlega skýrsla frá OECD sem að sagði bara að skólakerfinu hefði hnignað gríðarlega og ef að framferð sem horfir þá myndi það hafa bara gríðarlega áhrif á bara lífsgæði og efnahag hérlendis inn í framtíðina. Og þetta eru þetta hérna, mjög svona þung orð sem voru látin falla þar og það er full ástæða til að taka þetta alvarlega. Ég hef sagt það áður og þess vegna fagna ég svolítið þessari umræði núna ytramatið sem hefur verið svolítið í fjölmiðlum að undanförnu að ef ég fengi tækifæri til þá myndi ég vilja strax fara í það að fá ytramat á alla grunnskóla Reykjavíkur og það matið er gert opinbert. Þannig að við fengjum það bara heiðarlega mynd af stöðunni hvernig standa skólarnir í Reykjavík samhliða myndi ég vilja að við færum í samrænt próf í 4., 7. og 10. bekk. Niðurstöðunar úr því varu líka opinberar sundurlega niður á skóla. Ég hef líka verið á því að vilja fá sundurlegar PISA-niðurstöður á skóla og allt séu þetta opin og aðgengileg gögn. Þannig að foreldrar geti átt að segja hvernig stendur skóli barnanna minna. Líka þannig að við stjórnmálamennir sem tökum ákvarðanir það hvert fjármagnið á að fara. Við erum alltaf að taka ákvarðanir hvert afgreiðum fjárhagsáætlanir og samþykjum hvert við veitum fjármagninu. Að við getum líka tekið ákvarðanir herðu, hér er sérstaklega mikill vandi í þessum tiltekna skóla eða gengur frábærlega í þessum skóla. Hvað eru þau að gera vel? Hvað getum við lært af þeim? Að við fáum einhvern veginn betri mynd af stöðunni og getum þá unnið út frá gögnum og mælt árangur og séð hvort við séum að ná árangri. En eins og staðan er í dag að þá höfum við ekki lengur samræmt próf. Við erum með einkunnarskala sem er ekki lengur á 0-10 kvarðanum eins og allavega við öldungarnir í herbygginu einar og væntanlega ólust meira þið voru með meira þið, nákvæmlega. Þannig að það eru svona fáir mælikvarðar líka bara fyrir foreldra og fyrir krakkana sjálfa átta sig á sinni stöðu og það var nú eitt foreldri sem steig fram, Bjarki Már Baxter á dögunum, skrifaði grein í Viðskiptamokkan og var svo í viðtali við Morgunblaðið og hann var að greina frá því að svona hversu furðan þessi einkunnakvarði er þessi ABCD kvarði og við erum ekki einu sinni bara að horfa hann heldur þegar við erum að horfa á yngri börn þá erum við að horfa á eitthvað litakóða kvarða þar sem að barnið þetta er annarkvort færni náð eða á góðri leið eða þú veist og fjólublátt og grænt og enginn skilur neitt
og hann benti á það að dóttir hans hefði fengið B bara í öllu og hann fór eitthvað að glöggva sig á hvað þýðir þetta, hvernig stendur hún í samanburði við önnur börn og þá fekk hann svarið að í stærðfræðiprófi þar sem þú farið einhverjuna B þá þýðir þá þú hafi náð 9 til 15 atriðum rétt sem að þá af 20 sem þá í rauninu á gamla skalanum sem við ölumst upp við einhverjum 4,5 til 7,5 hvað segir þetta okkur? Annarkvort barni fallið eða það með 7,5 og það er bara svona miðlungshefni getur kannski gert aðeins betur en þú veist þetta ekkert stress og svo hafði kennarinn sagt B er best það var sagt eða skólastjórinn eða eitthvað slíkt B er best og svo núna á ég dreng best framsóknar ég kemst á til að skjóta Nei, svo er nú er ég dreng sem var útskrifast úr 10. bekk og þá detti ég líka inn í upplifunin af því þegar krakkar eru að útskrifast úr grunnskóla og eru að fara að sækja menntaskóla og hann hafði dreymt að komast inn í Vestló og það er mjög sóknarvert að komast þangað inn og erfitt og hann lagði mikið kapp á það nema hvað og ég þekki bara mjög marga krakka sem að vildu sóttust eftir að fara í þennan skóla en þau komu kannski víða að á landinu úr ólíkum skólum og það er engin að fara inn og sækja á einhverjum jafningagrundvelli því það er ekki samræmt námsmat skólarnir gefa kannski einhverjum með mismunda hætti og sá sem kemst inn og sá sem kemst ekki inn þeir eru samt kannski algjörlega jafnvígir í námi og þannig að maður svona upplifði þetta svolítið líka fyrstu hendi stressi sem fylgdi þessu og svolítið ósangirnina líka og hann komst nú inn og það var ægilega ánægilegt en maður þekkir líka aðra sem gerði það ekki og maður veit ekkert alveg hvort þetta er sanngjarnt eða skiljiði hvort þetta hvar þeir standa í samanburði skiljiði mig þannig að þetta er svona mörg vandamál sem að birtast í kerfinu eins og þeir þannig að eins og ég sagði og eins og þú nefndir í opnunarinnlegginu að þá myndi ég bara vilja fá ytra mat og alla þessa skóla ég myndi vilja fá samræmt próf líka á krakkana, ég myndi vilja fá einhverna hvarðan 0-10 aftur og við förum bara í mjög skýrar aðgerðir og tökum alvarlega þessar stöðu sem er upp í menntakerfinu og áður en að ég hleypi þér að Einar fyrirgefðu hvað ég tala lengi þá heyrir maður oft og gjarnan senda kennarar manni skilaboð og koma með hugmyndir og ábendingar og annað og það sem að maður heyrir líka er við viljum meiri samvinnu milli skóla og foreldra og foreldrar þurfa að taka virkari þátt og maður heyrir þetta líka í umræðinni að foreldrar skila bara auðu og eitthvað svona og það kann alveg að vera rétt í einhverjum tilfellum ég upplifi samt í kringum mig allavega flestir foreldrar vilji gjarnan taka þátt en staðreyndin er samt þessi við sem samfélag verjum 200 milljörðum á ári hverju í íslenska skólakerfið við skildum foreldra til þess að setja börnin sín í grunnskóla í 10 ár af þeirra barnæsku og við greiðum fyrir þessa fjárhæðir og það er lágmarkskrafa að við gerum kröfu að það verði eitthvað árangur þannig að jú auðvitað að vilja eiga foreldrar að taka þátt og sína námi barnanna sinna áhuga og sinna því heima fyrir en auðvitað þarf skólakerfið líka að skila árangri Já, klart, einu áðinni hleypið er að því að svo ætla ég að láta Leif aðeins tala Nei, það sem Hildur er að tala og þetta er náttúrulega sem viðskiptaráðið verið að tala fyrir en þá spyr ég kannski sem foreldri sem er að hlusta á þetta hún ætlar að fara í gamla kerfið fara aftur í samrættuprófin og þá spyr maður sig, er einhver ástæði fyrir að þetta nýja kerfið að setja á laggirnar eða hvað? Já, ég er reyndar bara sammála mjög mörgu sem að Hildur nefndi áðan og sérstaklega hvað varðar bara þetta einhverjarkerfi, ég hef einhvern veginn aldrei almennilega áttað mig á því til hvers við erum með þennan þetta A, B og C og mér hefur fundist aðalega kannski í börn á öllum skólastigum að þetta er óskýrt og af því að einmitt það er gert aldrei krafa líka til foreldra að þeir styðji börnin sín í námi, hjálpiði með heimalærdóm og þegar við fáum fullorðnir foreldrar þegar við áttum okkur ekkert alveg á því hvar þau standa því að inn í mentor eða inn í kerfinu það stendur bara einhver óljós árangur hvar eigum við að stíga inn og segja nú verður að standa þið betur í þessu og hinnu og þetta er bara ógagsett fyrir okkur öll og börnin hvarta undan þessu líka varðandi samræmda námsmatið sem er svona þessi vegferð sem að hófst fyrir nokkru síðan og hefur kannski gengið og hægt að innleiða versus samræmdu prófin þá eins og ég hef fengið kynningu á samræmda námsmatinu og markmiðum þess þá er það í grunninn að mæla betur
heldur en samræmdu prófin gerðu í gamla daga. Ég held við séum öll sammála það og umræðan undanfarin misseri hefur leitað í ljós að við viljum meiri mælingar. Við viljum fá betri yfirsýn yfir það hvernig börnin okkar standa. Það sem að kannski Hildur ávarpar áðan og ég sammála það að við verðum það eðlilegt að fá þessi gögn upp á yfirborðið til þess að við getum notað þau. Það ekkert langt síðan, ég sá nú eitt skóla mann benda á það á Facebook bara daginn að það ekkert voðalega langt síðan allar þessi gögn voru opinber. Samræmduprófs niðurstöður brotnar niður á skóla eftir hverfum og landslutum allt saman opinbert. Þannig að og gagnlegt. Af hverju þetta feimnismál? Við hljótum að gera kröfu til skólastjórnenda og starfsfólks skólana, stjórnenda sveitafélagana og kjörinna fulltrúa það að þeir standi skil á sínum verkum. Við erum að setja skóla- og frístundasvið stærsta svið borgarinnar upp á 70 milljarða með 6.000 starfsmenn. Þetta risa kerfi, Reykjavíkurborg reka stærsta menntakerfi í landinu. Þannig að við hljótum að vilja fá betri upplýsingar til þess að geta metið árangurinn, af því þetta held ég mikilvægasta verkefnið sveitafélagana. Það að sinna þessu vel. En mér finnst við líka þurfa aðeins að tala það að skólarnir í dag eru allt aðrar stofnanir en þeir voru fyrir kannski áratug síðan. Það líka helgast af því að samfélagið allt annað og við erum með miklu fjölbreyttara samfélagi í dag heldur en þá og miklu hærra hlutfall innflytjenda. Einn af hverjum 4 sem býr í borginni af erlendum bakgrunni. Það ótrúlegt hlutfall og skólarnir endurspegla þetta eðlilega. Og maður heyri það alveg á kennurum og skólastjórnendum að það eru margvíslegar áskoranir sem að fylgja þessu fjölmenningarlega skólastarfi. Víða þetta gert mjög vel en við heyrum líka dæmi það sem að gengur illa að ná utan þær áskoranir sem fylgja þessu. Og nú ég ekkert að tala það að það einhvern veginn að hverfa algjörlega frá þessu. Ég meina, hér bara komið fólk sem að býr hér á Íslandi og hefur veðjað á Ísland og ætlar að vera hér. Og við þurfum á þeim að halda. Börnin verða að fá sömu tækifæri til að læra íslenskuna og ná árangri á íslensku í sínum skólum sem þau eru hér í borginni að því að annars fá þau ekki sömu tækifæri og börnin sem að hafa íslensku móðumáli og þá erum við með stéttskipt þjóðfélag þeirra framlega stundir og það gengur ekki. Það eru uppskriftin óhamingju og við séum mörg samfélög fara illa þegar þetta ekki haft í forgrunni. Þannig að ég hef miklar áhyggjur af þessu og ég held að þeir sem hafa stýrt borginni undanfarin kjörtímabil hafa kannski aðeins svona kannski ekki alveg verið með þetta nægilega skýrt hversu mikilvægt þetta Ég sé að ríkisstjórnin að grípa til aðgerða núna að setja meiri peninga í menntakerfið, íslensku kennslu og gera meiri kröfur til þeirra sem að setja stað hérna. Það mjög tímabært. Ég held að allir stjórnmálaflokkar séu svona dálítið beri ábyrgð á því hvernig málun hafa fengið að þróast en það gríðarlega mikilvægt að við tökum dálítið í taumana og gerum skólunum kleift að sinna skólastarfinu þannig að það sé gerð krafa árangur, betri árangur og PISA-prófið einn mælikvarði á það hvernig þessum börnum gengur og við höfum séð það að börnunum líður tiltölulega vel sem forsenda þess að þau geta lært en það ekki bara eini mælikvarðin. Við getum ekki sagt bara, þeir líður svo vel að þetta verður allt í lagi. Það var enginn að kvarta. En við munum dragast aftur úr ef við bætum ekki hér árangurinn í skólakerfinu og varðandi ytramatið sem að komið hérna inn á í byrjun þá var nú Ásmundur Einar menntamálaráðherra setti af stað vinnu haustið 2024 til þess að í fyrsta skipti að búa til samræmt öflugt
ytra matskerfi, viðmið inn í slíkt kerfi, þannig að það væri hægt að fara í það að meta alla þessa grunnskóla með samræmdum hætti í öllu landinu. En hann var ekki hrifinn af samræmdu innra mati, eða sem sagt samræmdu prófum eða... Já, það í lögum að vera með innra mat og hvernig, og viðmiðum það hvernig á að standa að því og skólarnir gera það, en sko, ég held að við séum sammála það að þegar árangurinn er svona, þá og maður veit eitthvað en alltaf fara varlega þegar maður er að tala um svo skóla þegar maður veit að það er fólk sem starfar af miklu metnaði og miklu hjarta en ég held að aðstæðurnar séu orðnar dálítið erfiðar. Árangurinn er ekki nægilega góður og börnin eiga það skilið að þau séu í þannig umhverfi, í þannig kerfi sem að við berum ábyrgð á að það gerir þeim kleift að ná meiri árangri. Mér finnst það eiga það skila. Einmitt málið þarna vegna þess að gjarnan þegar maður talar um skólakerfið og gagnrýnir eða lýsir áhyggjum af stöðunni að þá er það málað upp þeim litum að maður sé að gagnrýna kennarastéttina eða sýni henni ekki virðingu. En málið er að margt af því sem að maður setur fram í gagnrýninni er eitthvað sem maður kemur beint frá kennurum. Fólki sem maður setur sér í samband við mann með áratuga langa reynslu af kennslu og er að lýsa áhyggjum af stöðunni og hvaða lausnir þau sjá fyrir sér. Og kennarar sem hafa haft samband við mig og undanförnum dögum eftir að þessu umræðu ytra mati fer á stað eru einmitt að tala við þurfum samræmdu prófin aftur, við þurfum gamla 0-10 einkunnakvarðan og þessa hluti. Þannig að og svo vil ég líka fá að taka undir því það er annað sem er alltaf nefnt líka og ég hef svolítið verið að breyta upp á og var svo sem líka í kosningaáherslum Sjálfstæðisflokks fyrir þingkosningar sem að Jón Pétur Simsen var í framboði að það eru þessar áskoranir sem fylgja fjölmenningunni sem er hér í samfélaginu og getur verið bara mjög jákvæð og við höfum sem samfélag grætt mjög á fjölmenningu í margvíslegum skilningi en það eru þetta erfitt, það eru margar sögur af kennara sem er með kannski fjölmörg móðumál í kennslustofunni og lítinn stuðning og það er allra síst gott fyrir barn sem flytur hingað til lands úr allt öðru málumhverfi að vera bara sett beint inn í íslenskan bekk með lítinn engan stuðning og lítil tækifæri til að læra tungumálið almennilega og aðlagast almennilega samfélaginu og það íti bara undir einangrun og einhverja neikvæða þróun. Þannig að við höfum verið að tala fyrir því að börn sem koma hingað úr öðru málumhverfi verði farið inn í sérstakar móttökudeildir í grunnskólunum þar sem að staða þeirra er bara svolítið metin og sumir þurfa kannski að vera þær í einhvern tíma og aðrir þurfa að staldra skemur við en að þar fáu þau stuðning við hæfi til þess að aðlagast og læra tungumálið og gefa þeim tólin sem þau þurfa til þess að fara með svona öfluri hætti inn í þá íslenskan bekk og aðlagast betur okkar samfélagi og eiga þá jafnari tækifæri á við hinn börnin sem eru hér fædd og eiga svona kannski auðveldara með þetta og þetta er eitthvað sem kennarar eru að kalla eftir sem ég hef talað við, auðvitað eru örugglega margvíslegar skoðanir á þessu eins og öðru í kennarastéttinni en þetta er það sem maður er að heyra þannig að þetta er risastórt vandamál, risastór áskorun og eitt af þessu mörgu svona málum sem eru til umfjöllunar í skólakerfinu og ég held að eina ástæða fyrir því að við erum stödd þar sem við erum í dag með skólakerfið. Ég meina allar mælingar sína að við stöndum bara mjög illa. Stöndum mjög illa í alþjóðlegum samanburði og það er verulega alvarlegt. Og ég held að sé meðal annars vegna þess að umræðan hérlendis og stjórnmálamenn og allir sem taka ákvarðanir hafa bara verið mjög meðvirkir með kerfinu og það hefur verið, við þurfum líka að vera reiðubúina til að mynda átt okkur á að eitthvað sem okkur þótti einu sinni góð hugmynd reynist síðan kannski bara ekki góð hugmynd. Og eitt dæmi þetta er að þegar ég byrja í borgarstjórn 2018 þá er töluverð umræða tækni og forritun í skólum og snjallsíma. Og það kom upp hugmyndir að banna snjallsíma í grunnskólum. Á þeim tíma, 2018, þá var ég ekkert endilega mjög hrifin af því að banna eitthvað slíkt og hugsaði þetta er nú bara hluti af veruleika barnanna og við þurfum kannski frekar að nota skólana til að kenna þeim að nota þessi tæki. Núna sýna bara rannsóknir það hvað snjallsímanotkun barna hefur gríðarlega neikvæð áhrif á þeirra sjálfsmynd, það eykur líkur á þunglindi og ég geti talið áfram og hefur neikvæð áhrif á árangur þeirra í námi og núna er ég komin á það að við höfum bara algjörlega að banna snjallsíma í grunnskólum. Ég var ekki þar 2018 en ég er reiðubúin að viðurkenna núna á grundvelli gagna og reynslu og rannsókna að þá er ég bara komin að aðra skoðun og þetta þurfum við að treysta okkur til að gera í umræðu menntamál að við erum ofta að prófa nýjar leiðir og svo bara kemur í ljós að það gangi ekki upp eða við höfum ránt fyrir okkur eða það koma nýjar upplýsingar og þá þurfum við að vera tilbúin að skipta skoðun því við erum með svakalega hagsmuni í höndunum sem eru börnin sem eru í grunnskólunum. Já, við reyndum að gera þetta í síðasta meirihluta
auðvitað þar sem Framsókn var. Við með forma skóla- og frístundaráðs, Árelífi Eydísi, hún fór út í skólana, talaði við skólastjórnendur, talaði við börnin og talaði við allt og ömmu þeirra. Þetta var bara að takast, að koma með svona samræmda ákvörðunum að banna snjallsímana í grunnskólunum. En samstarfsflokkarnir höfnuðu því. Samfylkingin vildi það ekki og lagðist gegn því og við komumst ekki við áfram með málið. Úr það varði eitthvað svona þynnt útgáfa af því að þetta væri svona valfrjálst í hverjum skóla. Sumir skólar hafa gert þetta og sífellt fleiri vegna þess að þessi vinna, hún skilaði því að það var talsverð umræða innan skólana og þá kom pólitísk forysta fyrir þessari leið. En alveg galið að þetta skildi ekki takast sko. Við komum upp með þessa tillögu og meiri hlutin þá verandi sett hann inn í eins og til lettunum stundum í vandræðum með tillögur frá mér. Það þurfti að vísa þeim hingað og þangað. Saman hvaðan gott kemur. En bara niðurstaðan var þessi að pólitíkin segir, samfélkingin sagði, nei, heyrðu, fínt bara að leyfa krökkunum að vera í símanum. Og má ekki taka frelsið af krökkunum og skólastjórnendum að ákveða þetta. Gott og vel. Við sjáum að þjóðir í kringum okkur Finnar voru núna á dögunum bara að binda það í lög, að símar væri bannaðir í grunnskólum og við sjáum að Norðurlandaþjóðirnar að stíga svona skref. Ef ég mann rétt tóku Hollendingar stígu þessi skref fyrir einhverjum árum síðan og það hefur sýnt sig að það hefur skilað mjög góðum árangri. En maður hefur tekið eftir í þessari umræðu að það eru, og mér finnst það oft, loða við vinstriflokkana og samfylkinguna að þau festa sig í svona kreddum. Þau bitu bara þetta einhvern tímann í sig og þau eru ekki reiðubúin að horfa í gögnin eða átt að segja að þetta var kannski ekkert alveg rétt hjá okkur. Og það voru allir í góðri trú þegar þeir hafðu þessar skoðanir á sín tíma. Það hafa komið svona tískubylgjur að við þurfum að innlega svo mikla tekni í skólunum og meira frelsi í hvernig börn skila einkunum og allt snýst velíðan og allt þetta. En svo erum við bara að sjá að sko, með þessum aðferðum þá erum við bara ekki náðu miklum árangri. Og þá þurfum bara að staldra við og hugsa, hvað af þessu sem við vorum að innleiða og tala fyrir var bara ekki að ganga vel og var bara ekki rétt og þá þurfum að vera reiðbúin að breyta kurs og vera ekki með óstufur ego til að gera það. Til að slúta þessu þó mögulega svona til að ég er hendar aldrei að fara að verja eitthvað kerfi sko, en ég ætla að hugsa þetta eins og ég sé samfélkingin sem að setja þetta kerfi á laginnar. Maður velti fyrir sér sko þegar ég sendi unga stráki minn í grunnskóla, ef þetta var allt opinbert, hvernig krakkarnir standa í samrættuprófunum og þar fram eftir götunum, hvort það eru bara einhverju skólar sem eru bara sniðgengnina því að ég er ekki að fara að senda krakka minni þennan skóla eða skiljið hvað eftir að fara. Já, við sko sem værum þá í þeirri stöðu að bera ábyrgð á rekstri skólakerfisins þarna myndum þá hafa allavega gögnin í höndunum til að geta brugðist við. Sett inn nýjan stjórnanda ef að árangurinn er ár eftir ár óviðunandi, sett inn meiri fjármuni, auka stuðning inn í kennslustofarnar, farið í greiningu á hvernig nemendahópurinn samsettur, þarf hann meiri stuðning, hvað er þarna að og við getum farið í greiningu á því og bara þetta er mannúðs þetta er mannúðsmál að taka eina svona litla stofnun eða stóra og snúna við og laga hana. Ein af ástæðum þess sem hafa verið gefnar upp fyrir því að birta ekki opinberlega sundulega niðurstöður í PISA eða samræmdu prófum eða ytra mati niður á grunnskóla er að skólanir eru þetta ólíkir og félagsleg blöndun í skólunum er ólík og það getur verið með skóla í Breiðholti þar sem að 90% nemenda eða meira eru að verðlöndum uppruna og það eru miklu flóknari dýnamík og erfiðar að bera þann skóla kannski sama við Fossvogsskóla eða eitthvað. Og það er alveg rétt en gögnin verða auðvitað alltaf skoðuð með þeim glerugum og við viljum fá þetta fram einmitt eins og eina nefnir og ég nefndi áðan að til þess að við sem erum að taka ákvarðanir hvert á fjármagnið að fara getum átt á okkur á það er bara miklar áskorunir í segjum Fellaskóla eða Hagaskóla eða hvað það er og þangað þurfum að veita meira fjármagni og setja inn meiri stuðning og við þurfum að fara í ykkur aðgerðir gengur kannski gríðarlega vel í ykkur öðrum skóla og þá má jáfnvel heyri stjórnendum þar og læra af þeim og hvað eru þau að gera vel. Þannig að þetta eru bara tól og tæki fyrir okkur til að stýra vel og betur og ná meiri árangri. Fellaskóli er einmitt mjög gott dæmi af því að hann er mjög fjölmenningarlegur og krefjandi þannig svona stjórnunar eða svona skipulagsheild sko fyrir skólastjórnendur þar. En þau tekist ótrúlega vel upp og að setja hann einmitt á sömu mælistikku og einhver aðra skóla sem eru einsleitari er ósangjant. Hugsanlega er Fellaskóli mitt bara best
rekni skólinn og það er besta stjórnunin vegna þess hvað þeim tekst vel að stýra með svona alls konar önnur verkefni heldur en kannski í öðrum skólum. Þannig að við verðum að sjálfsögðu að vera sanngjörn í þessu mati en mér finnst samt eðlilegt að börnin viti hvar þau standi, foreldrarnir viti hvar þau standi og standa og stjórnendur í borginni og kjörnir fulltrúar sem bera á endanum ábyrgð viti hvað þau eru að gera. Það gengur. Já. Mjög gott, ég ætla að gefa þér B fyrir þáttökuna svo Ég ætla að gefa þessu bara bláan. Já. Ég fengi bláan. Nei. Ef við kveðum skólamálun í bili, er ánægilegt að það sé samhljómur hérna, virðist vera að mestu leyti. Já. Við viljum ytra mat á skólunum, samrænt próf. Samhljómur alltaf á milli þeirra, ég held að borgarmeirihluti sé ekki samanlega. Nei, en þá er það nú bara að gera eitthvað í þessu. Aukinn stuðning við krakka sem er ekki með íslensku sem móðumál og svo viljum við banna síma í skólum. Amen. Og þetta hljómar allt bara vel. Já, ég er on. Já, ég er líka bara on. En við erum okkar í Volt. Já. Verti í fríi, fáðu heimsend. Gætu verið á bragðgóðum mat frá bestu stöðum bæjarins. 0 krónur í sendingagjöld með Volt Plus. 0 krónur? 0 krónur. Auðvitað borgar eitthvað klink fyrir að vera í Volt Plus. Hvernig ætlaðu að græða því? Já, ég spyr mig sko oft bara hvernig þetta rekur sig eiginlega og auðvitað búðalega gott þegar maður gleymir þessi er ekki búin að elda. Já, degraði bara við og orðin svangur. Já, það var það gott. Ég ætla ekki að fara að tala illa stuðningsaðilan en ég hélt í byrjun að þetta héti Volt með G að því maturinn var í volgur þegar hann kæmi á staðinn. Erum við skrifað niður það myndur á Þið klippið þetta kannski þá bara út af því að Nei, þetta má vera. Já, ég er gaman að þessu. Volfrelsi hérna. Já, Volt, já. Það er ekkert drít. Maturinn er stundum kaldur sko, því að ég nota aðalega Volt til að panta ís. Já, það er. Vá, twist. Og matvaran sem þú panta, já. Einar ruglaðist þarna. Taldum, hvað, við erum komið til Rússland hérna, má ekkert segja lengur. Kaldi. Ég hef notað Volt, bara svo ég segi, þú veist, þetta er frábær þjónust. Ég hrósinni hér. Gaman, Takk Einar. Ég hef notað Volt. Svo er það kaldi í íslensku bjór, bruggaðar eftir tékknesku í hefð, ógerilsnyddur, engin viðbættur sykur og án rotvarnarefna. Og sumarkaldin. Já, ég er í lætinu núna, það er aðeins að passa línunar. Já, hann er samt, sko, sumarkaldin er minni uppáhalds. Já, hann er góður, sko. Og svo er þetta kaldin 0,0 sem er sikarlega góður. Já, hann er ansið góður. Ef menn eru í aðaldi eða ekki í bjór. Eða snúrinni. En við ætlum að færa okkur yfir í aðra sálma, það er rekstur Reykjavíkurborgar. Já, þá er maður að fá sér nokkra kalda. Já. En maður ætla að hlusta það. En við fyrir bara beint í djúpa lögina og spyrjum ykkur út í reksturinn, sko. Tökum hérna MBL eftir að ásækningur Reykjavíkurborgar fyrir fyrsta fjórðung var birtur. Félagsstaða Reykjavíkurborgar á fyrsta ársfjórðungi Fjárhagsstaða. Já, fjárhagsstaða Reykjavíkurborgar á fyrsta ársfjórðungi 2025 dregur að mörguleiti upp mynd af rekstri sem stendur ekki undir eigin skuldbindingum og má því segja að hann sé ósjálfbær. Borgin skilar 5,4 milljarða króna tapi á fyrsta ársfjórðungi þrátt fyrir að útsvarstekjur hafi farið 2 milljarða umfram áætlanir. Hildur, byrjum á þér, sko, hversu alvarlega er staðan í rekstri Reykjavíkurborgar? Já, við höfum auðvitað lýst því árabil að staðan sé slæm og hún hefur ekkert endilega og hér munið ná fram ósamhljómi hjá okkur Einari, þannig það er gaman. Að okkur finnst hún ekki hafa þróast til betri vegar. Við sjáum að þeir eru yfirleitt einhver bókhaldsteknilega atriði sem að leiða til þess að staðan lítur gjarnan betur út milli ára. Og það sem við sáum til að mynda í ársreikningi fyrir árið 2024, það voru margra milljarða sveiflur milli ára sem voru bara breytingar á lífeyrisskuldbindingum. Það er bara atriði sem er bókhaldsteknilegt. Það hefur engin áhrif á sjóðstreymi til skemmri tíma eða neitt slíkt. Við sjáum líka að það kemur inn til að mynda eignasala stuttu fyrir áramót. Það er seldur gríðarlegur byggingaréttur í Vesturbuktinni, mjög umdeild uppbygging þar sem á að byggja flenni magn af húsnæði á svona sögulegum reit og það er mikil mótmæli þetta í hverfinu. Og þetta kemur inn stuttu fyrir áramót og af þessu eru 3 milljarða tekjur. Þannig að þetta eru svona alls konar stærðir sem hafa áhrif á lokaneðustöðuna. Það sem að ég vil sjá í rekstri borgarinnar er að hann standi undir sér, að hann sé sjálfbær, að við getum notað skatttekjurnar
útsvarstekjurnar, fasteignaskattana, jöfnunarsjóðstekjurnar til að standa undir skuldbindingu borgarinnar, til að standa undir grunnþjónustunni. Við eigum ekki að þurfa að selja perluna til að geta rekið leikskóla. Það svona kannski grunnstefið í þessu og við höfum bent á það ítrekað að vandi borgarinnar ekki tekjuvandi. Tekjurnar streyma inn og það aukast ár frá ári og fara almennt umfram áætlanir. En það útgjöldin sem samt sem áður blása alltaf út. Og töluvert umfram áætlanir. Þannig að það hefur ekki tekist að skera nægilega niður, það hefur ekki tekist að minnka þetta bákn sem við höfum bent á og ég veit nú reyndar alveg og skal gefa einar það að við erum alveg sammála ýmislegt sem ætti skera niður sem að ég held að hafa ekki verið mikið svigrúm fyrir í gamla meirihlutanum en við varum til í að gera saman. Þannig að það eru ennþá heilmikil tækifæri til þess og ég líka þeirra skoðunar að það séu tækifæri til frekari eignasölu. Og í því samengi þá höfum við til að mynda bent á ljósleiðarann. Við höfum lengi viljað að ljósleiðarinn verði seldur. Við höfum líka lagt til að bílastæðahús borgarinnar yrðu seld. Malbikunarstöðin kannski líka? Malbikunarstöðin Höfði að hún yrði seld. Hún var nú reyndar gerð hálf verðlaus þegar hún var flutt yfir í Hafnarfjörð en hún mun kannski verða eitthvað virði á næsta árum. Og áfram gæti ég tali. Ég hef reyndar líka áhyggjur af áhættunni sem að borgarbúar eða orkuveitan í eigu borgarbúa tekur með Carbfix og þó það sé mjög spennandi verkefni byggt á frábæru vísindastarfi þá myndi ég vilja sjá það í höndum einkafjárfesta. Þarna mætti losa að minnstakosti fleiri 20 milljarða. Mikið af því myndi ég auðvitað vilja sjá fara í að greiða niður skuldir. Það kostar auðvitað borgarsjóð heilmikið að skulda. Það er bara, við erum ekki með aðganga ekkur peningatrið, við þurfum auðvitað alltaf að greiða af þessum skuldum og fjármagnsgjöld og annað. Og svo auðvitað að fara í mikilvægar innviða fjárfestingar og það eru auðvitað greiðlega innviða skuld í borginni, við sjáum það í skólunum og við sjáum það í leikskólunum, hvernig ástandið er á þeim og við eigum alveg eftir að sjá uppfærðar biðlistatölur til dæmis fyrir leikskólana núna í haust vegna þess að við erum alltaf að fá nýjar fregnir af leikskólum sem eru að loka vegna myglu eða framkvæmdum sem átt að klárast í haust en mun ekki klárast í haust og svo mætti áfram telja. Þannig að þetta eru svona stóru stærðirnar í þessu og á svona maður reynir að setja þetta fram á mannamáli. Já, þetta var 101, ég ránaði með þetta. Einar, þú þekkir þetta náttúrulega? Já, ég sko, það er ekkert mál að reka borgina með sko afgangi. Okay. Það er alveg að gera það og ég held að við sýnt það núna á þessu kjörtímabili hvað er í raun og verið hægt að ná miklum viðsnúningi grunninn bara með því að nota þrótt borgarinnar að því að eins og Hildur segir, tekjunar eru aukast og umsviðin aukast og svona og maður heldur aðhaldi í mannaráðningum passar á því að vera með svona dálítið svipun í kerfið þá er þetta mjög fljótt að koma, þetta er stór vinnustæður og við náum að snúa niður þarna 16,3 milljarða halla í upphafi kjörtímabils niður í 5 milljarða ágang núna eftir síðasta ár og það er alveg rétt sem að Hildur nefnir að það eru svona reiknaðar stærðir sem að geta hreyft þessa nál á endanum í ársreikningnum sko, hver er loka útkoman stundum í lífeyrisskuldbindingin kannski óvæntir 2 milljarðar í mínus og þá er það notað sem sko vísbendingum það að borgin sé illa rekin og ekkert aðhald og eitthvað svona svo ef hún er í plús eins og hún var núna síðast og þá er það bókhaldsbrella gott og vel, við vitum bara það að ekki brella, bara bókhaldstæknilega það er enginn að kalla það brellu en allt í lagi það segir ekki til sjóðstöðuna já ég veit, það er rétt og en sko það sem ég hef lært á því að koma að fjármálu borgarinnar er það að það er hægt að ná miklum árangri. Ég held að við höfum náð bara nokkuð góðum árangri á þessu kjörtímabili að snúa niður en halla án þess að ganga mjög nærri þjónustu. Já, við fórum í eignasölu til þess að losum fjármagni sem að borgarbúar eiga og nota þá í einhver önnur verkefni. Við beittum öllum ráðum til þess að snúa niður hallan, sannarlega. Það líka bara hefur áhrif á þá sem er að lána okkur fjármuni, skuldabréfamarkaðina, að þeir finni að það sé pólitísk foresta fyrir því að halda rekstir borgarinnar innan marka, starfsfólki borgarinnar fjölgaði ekki á meðan ég var borgarstjóri og
og þetta skiptir ótrúlegu máli, bara það að halda starfsmannafjöldanum í sömu tölu á meðan við erum að opna búsetukjarna fyrir fatlað fólk og bæta þjónustu og taka inn fleiri börnin í skólana og opna nýja leikskóla og alls konar þá erum við samt að halda óbreyttum starfsmannafjölda eða stöðugildum og sem lykilatriði en það sem að ég hef lært það er hægt að ná miklum árangri ef að við setjum þetta sem forgangsmál en þú verður líka að hafa áhuga á því að reka borgina með ábyrgð og sumir stjórnmálamenn hafa bara engan áhuga á því þeir eru þarna til þess að eyða peningum til þess að gangi augun á kjósendum eða bara að sínu baklandi það er aldrei mikið þannig í borginni að það er svona einhver gælumál sem að já til dæmis og þetta það var bara dálítið afhjúpandi í umræðinu í borgarstjórnum þegar við vorum með tillögu það að lækka fasteignagjöld á íbúa og fyrirtæki í borginni við framsóknarmenn til að sem að sjálfstæðismenn hafa svo sem lagt fram líka já og skál fyrir því þá og ég var að segja að það er alveg til fyrir þessu og ég var að tala það í ræðustóla það væri alveg hægt að létta þessu álögum á borgarbúum 2 milljarðar færu aftur til Reykvíkinga og þá kemur Alexandra Brím borgarfulltrúi Pírata og fer að rifja það upp að jú það hafi tekið á að skera niður þennan halla og að við höfum átt mjög erfiða fundi í meirihlutanum það. Ég var alltaf hér að berja í borðið sem við getum ekki verið að eyða í þessar hluti. Allt saman eitthvað svona sem er ekki lögbundin skild okkar að fara í. Og mér fannst svo gott að fá bara staðfestingu frá fyrrum samherjum mínum í þessum meirihluta þarna að þetta voru heljarinnar átök forgangsröðun fjármuna. Niðurstaðan þessi að borgin svona vonandi að komast á rétt ról seinni hluti ársins yfirleitt betri þess vegna þetta fjórðungsuppgjör lélegt en ég hef miklar áhyggjur af því að núverandi meirihluti taki þennan góða árangur sem að við náðum og sólindi honum núna fyrir kosningar og að því þarna eru bara stjórnmálamenn sem hafa ekkert sérstaklega mikið áhuga á því að reka borgina réttum yfir nullið og ég skil það vel sko það er rosa auðvelt að vera stjórnmálamaður og að dreifa bara peningum að því að borgarbúar ég held að þeir upplifi það bara það sem einhver 1, 2, 3 milljarðar í halla eða pluss, það skiptir þá kannski ekkit aðalatrið, þeir vilja bara börnin fái þá þjónustu sem að þau að fá og göturnar séu mokaðar og sorpið sé hirt og þjónustan sé í lagi en þá verðum við stjórnmálastéttin þó að hafa í huga það er ekki hægt að bæta þjónustuna nema að eiga fyrir þessu og ég bara stoltur að því að hafa lagt mitt að mörkum í því en óttast mjög að þessum árangri verði sólundað. Já, núna hefur komin hinum við borðið, áttar þið kannski á því okkur þeir fóru þessi skuldabrið útbúið að markaðurinn var ekki spenntar en ella fyrir því að fara fjármagna ykkur? Já, ég bara fann hann breytast samt. Já. Þegar maður er í samtali við þessa aðila og þeir sjá að tölunar er að skána, líka bara þegar þeir heyra borgarstjóra tala með skýrum aðhaldsáherslum að þá fann maður það að svona jarðvegurum var að verða frjóri fyrir okkar útgáfu og menn voru aðeins spenntari fyrir þessu skuldabréfaálagið lækkaði og en nýr meirihluti er ekki óska meirihluti lánvita held ég. Nei, Hildur góð punktur á Einari, maður velti fyrir sér auðvitað eftir að koma ykkur uppgjör sem sína hvers konar áhrif þessa kryddbíu mun hafa á rekstur Reykjavíkurborgar en nú setjið þið í borgarstjórn bæði hvað svona vísbendingar höfum við eru þið búin að vera í einhvern fjárveitingum sem að við kannski vera enn meiri en þeirra eina af völd til dæmis? Ég held að það sé náttúrulega bara augljóst að þessi 5 flokka meirihluti ekki neitt flokkana þar inni hefur lagt sérstaklega áherslu á heilbrigðan fjárhag borgarinnar eða góðan rekstur Reykjavíkurborgar eða sýnt í skilning að traustur fjárhagur er bara svona grunnforsenda þess að við getum veitt öfluga þjónustu.
Ég þarf nú að vera leiðileg og ég auðvitað ekkert sammála því að hér hafi hlutum verið snúið eitthvað sérstaklega til betri vegar. Ég skal alveg algjörlega gefa einnig að hann hafi verið hérna á góðum hug og vilja að grípa til einhverja aðgerða en mér finnst ekki að hafa hreyft eitthvað sérstaklega nálina og það sem að hreyfðu auðvitað sérstaklega nálina líka var að 2 áramót í röð að þá útsvarsprósentan hækkuð. Ekki af borgaryfirvöldum heldur bara hérna það hámarks útsvar sem að sveitarfélögum eiga að leggja á íbúa, það var hækkað af löggjafanum til þess að mæta, ég segi það, ég segi það, svigrúmið var gefið og það var nýtt. En þetta fór bara upp í hallan í málefnum fatlaðs fólks. En þetta voru 4 milljarðar sem kom í kassan. Já, en sko málaflokkur fatlaðs fólks í Reykjum með sko 9 milljarða halla hjá Reykjavíkurborg árlega og hérna þessi dúsa sem að við börðumst fyrir bæði hjá samtökum sveitarfélag og höfuðborgarsvæðinu við í borginni beint þessir fjármunir fóru bara upp í hallan, þeir kom ekki upp þeir fara bara, þeir ekki eyrnamartir hallanum, þeir fara bara inn í kassan og hann koma til móts við hallan. Já, algjörlega, það er engin að mótmæla því, en þegar ég er að benda og þegar hér er nefnt að hér hefur orðið svo margra milljarða viðsnúningur og þá þurfum við að taka inn í myndina, þarna komu inn útsvarshækkanir sem skiluðu 4 milljörðum inn í kassan, það var útsvar almennt, var töluvert hærra en áætlanir gerðu ráð fyrir, þannig að það er ákveðin tekjuauki sem að menn áttu ekki von á. Og áfram mætti telja og svo þetta, eins og ég nefndi áðan þessar tekjuferðu lífeyrisskuldbindingar sem er bara bókhaldsteknilegt atriði. Ég er ekki að segja þessi brella eða einhver aðferð sem neitt er að misnota sér, það er bara atriði í uppgjöri sem að segir ekkert stöðuna. Þannig að ég er ekki þeirra skoðunar að það hefur verið gripið til einhverja drastískra aðgerða sem algjörlega breyttu einhverju. Ég kaupi það alveg að menn hafi reynt að sýna eitthvað aðhald hér og þar en mér fannst þetta oft vera svona litlar aðgerðir sem að skiluðu ekki miklu eins og skera niður 10 milljónir í bókakaup á skólabókasöfnum og eitthvað svona. Þetta er ekki stórar fjárhæðir. Hvað með bara eins og við höfum lagt til það er rekin mannréttinda og lýðræðisskrifstofa hjá borginni fyrir 200-300 milljónir árlega. Nágrannasveitarfélögin eru ekki með neina slíka mannréttindaskrifstofu og eins og ég hef sagt áður, ég get ekki séð að mannréttindi séu fótum tróðin þar. Þannig að þetta er svona eitt sem að ég myndi telja eðlilegt að bara skera niður og fleira. En mér langar aðeins líka, já. Þessi sko, ég er alveg ekkert ósammálaði með þessa mannréttindaskrifstofu og það má einhvern veginn endurhugsa það. En það er dróp í hafið. Okay. Ég meina, sko, við erum að gera fjárhagsáætlun upp á 200 milljarða á ári. 200 milljónir er ekki að hreyfa nálina. Sko. Það er í stöðugildunum, þar sem við sjáum þessa stóru... Nálina betur en 10 milljónir í bókakaup og skólabókasöfnum. Já, en ég meina það sem við gerum náttúrulega þannig strax í byrjun samt, var að vekja kerfið. Það var að setja margar litlar aðgerðir út allt og það er aðeins til að fá kerfið upp á... Og senda skilaboð. Já. Bara vera alveg hreinskil með það og skilaði sér alveg, komið 3 milljarðar á endanum og og eitthvað svona kom tilbaka því að almenningur var ósáttur eða kerfið sjálft eða stjórnmálamenn. En útgjöld ráðast ekki saman. Nei, sumstaðar, en það sem að skiptir máli er það, sko bara smá samanburður, milli 21 og 22 jókst starfsmannafjöldi borgarinnar hvað, 2,7%. Gríðarlegu fjöldi tengdist aðeins breytingu vinnuvikunar, styttingunni og eitt og annað. Þarna sáum við bara gríðarlegan útgjaldastraum í kringum fleira starfsfólk. Við náðum þessu niður í 0. Þannig eru stóru tölunar. Ég man bara eftir ræðum frá Hildi Björnsdóttur í borgarstjórn strax fyrsta árið þar sem við varst að tala fjölgun starfsfólks og hvað það kostaði okkur. Kostar gríðarlega milljarðana. Þannig að sko, ef við erum með rétt mannaða vinnustæði, ef við erum með öfluga stjórnun í öllum þessum starfstöðum þar sem við erum, þar sem alltaf verið að ráða í hlutastörf og það er starfsmannavelta og ef við erum með hálft stöðugildi á einhverju starfstöð umfram heimildir í heilt ár og við erum kannski með, segjum bara leikskólana, við erum með 70 leikskóla, eitt stöðugildi umfram í hverjum þeirra í heilt ár, 70 stöðugildi, 700 milljónir. Þetta er svo fljótt að koma og við erum með 12.000 starfsmenn í 8.700 stöðugildum. Þetta eru stóru tölunar.
þannig að ef við erum bara með aga inn í kerfinu eins og ég tel að okkur hafi tekist að koma á ég var bara hundleiðinlegur við settum bara upp hérna á hverjum mánudegi í byrjun mánaðar fórum við yfir stöðugildin á hverju einasta sviði og bara af hverju verið að ráða 10 manns þarna og þetta tíðanbundu og hvernig ætlaði að jafna þetta innan ársfjórðungsins og allt þetta hvernig þetta innan fjárheimilda og hérna með svona leiðindum hefsta en með verða að hafa áhuga ég hef enga trú á því að þeir flokkar sem að núna stjórna tekið undir það og það bara gott og vel en það bara það sko dugar ekki til, skilur það þarf bara miklu meira. Það eru fjölmörg tækifæri og ég algjörlega sammála því og hérna... En mér langar líka sko því að það sem við höfum líka bent á það miklu meiri tækifæri til að útvista verkefnum. Og þar höfum við til að mynda nefnt stafræna umbreytingu þar sem hafa síðustu árum starfað átt í 180 manns við stafræna umbreytingu borgarinnar og þetta eru tölur sem við erum bara nýlega búin að átta okkur á vegna þess að stöðugildunum var raðað einhvern veginn þannig upp að maður sá bara helmingin af þeim. Ég kann engar skýringar á því en við erum nýlega búin að komast að þessu. Við erum líka með 90 mann sem starfa við sorphirðu borgarinnar. Öll sveitafélög í kringum okkur bjóða út sorphirðuna, er ekki með opinbera starfsmenn í að sinna sorphirðu og sko það sem að kemur líka með þessu og nú langar maður nefnilega nefna umræðu veikindatölur hjá borginni. Vegna þess að við erum að sjá gríðarlega há veikindahlutföll hjá borginni og passaðu þið nú, það getur verið hættilegt að tala veikindahlutföll Einar alveg að pissa ég er bara ekki hrætt, ég er algjörlega óhrætt og það verður bara, við ætlum að laga þetta borgarkerfi hvort við erum að tala um skólana eða fjármálin eða berðast þessum veikindahlutföllum þá verðum bara að hætta með meðvirknina og við þurfum bara að tala um hlutina eins og þeir eru þarna erum við með 2023 7,8% veikindahlutfall hjá borginni þetta er rétt 5% til að mynda hjá Kópavogsbæ og ég veit að Ásis er bara með mælaborð fyrir fram að svo allt rauðglóandi er hann að finna út hvernig hún getur dregið og þeim finnst það allt of mikið þeim finnst það allt of mikið almennt svona, maður hefur rætt við fólk sem er í þessum mannuð skeira hérna að það er kannski verið að horfa á að ef þú ert með 3-4% þá er svona svolítið vond staða en ef þú ert komin yfir 6% þá er staðan orðin alvarleg þannig að við erum í mjög slæmri stöðu hjá borginni og auðvitað er það fyrsta sem maður hugsar er bara hvernig lögum við starfsumhverfið fyrir starfsfólkið. Af hverju er fólk að verða veikt hérna á okkar vinnustöðum og staðan er sérstaklega slæm til að mynda á leikskólum og grunnskólum og í leikskólum og grunnskólum og þar getur líka komið við sögu sérstaklega í leikskólunum að þar eru leikskólakennarastéttin, hún er hvað ég segja nokkuð fullorðin, maður hefur séð tölur það að dálítið margir muni fara út úr stéttininn og eftirlaun fleiri heldur en koma inn í hana. Kannski er það einhver áhrifaþáttur álag á vinnustöðunum og fleira í þeim dúr og það bendir til þess að við þurfum að laga starfsumhverfið á leikskólunum. Þetta getur líka verið stjórnunarvandi að fólk sé einhvern veginn ekki að stjórnendur sé ekki að tækla nægilega vel veikindadaga og það er alls konar tól í þeim efnum og ég veit að borgin hefur gripið til ákveðina svona tóla og úrræða en ég hef ekki alveg séð endilega árangurinn af þeim. En svo ætla ég bara að leyfa mér að segja upp átt þar sem ég veit að margir hugsa svo er kannski einhverjir að misnota veikindaréttin. Og ef við værum að útvista starfsmönnum sem starfa í einkageiranum, þar er ekki sami tolerans fyrir því að fólk sé að misnota sér veikindadaga eins og er gjarnan í opinbera geiranum og ég ætla bara að leyfa mér að segja það. Og við sjáum til að mynda, það er svolítið erfitt að nálgast tölur veikindahlutföll hjá einkageiranum. En maður er að heyra tölur á bil svona upp 3%, 2-3% er svona það sem menn er að gefa upp en ég selða ekki dýrar en ég keypti það. Þannig að það er minna svigrúm, minni tolerans einhvern veginn í einkageiranum af því að það er auðveldara að segja fólki líka þar heldur en í opinbera geiranum. Þannig að mér finnst þetta líka vera risastór áskorun. Við sjáum að 2023 kostuðu veikindahlutföll eða veikindi starfsmanna borgina 6,2 milljarða. Svakalega stærð 6,2 milljarða 2023 ég er að bíða eftir staðfestum tölum fyrir 2024 ég er búin að biðja borgarlögmann að taka saman fyrir mig minnisblað bara veikindaréttindi starfsmanna borgarinnar þetta er svolítið tyrfið þetta er að einhverju leyti bundið í lög svo er þetta kjarasamningar þannig að við getum átt á okkur aðeins á þessu en ég myndi bara vilja sjá innri endurskoðun fara í alveg úttekt á stöðunni, að því að einhverju leyti þetta getur verið langtíma veikindi og við sjáum kannski eitthvað lítið svið með rosalega hátt veikindahlutfall, það getur verið að því að bara eitt starfsmaður er bara með krabbamein eða í langtíma veikindi með eitthvað, þannig að við þurfum bara að átta okkur á, einhver staðar er þetta bara eðlilegt og einhver staðar þurfum að grípa til einhverja aðgerða því að við erum ekki að bjóða nú góðar aðstæður á vinnustæðunum og svo einhver staðar er kannski ómikill slaki sem að fólk er að nýta sér. Þannig að ég tel ástæðu til að rýna mjög vel í þetta
fyrst og fremst upp á veljan starfsfólksins en líka til þess að draga úr þessum mikla kostnaði. Já, varstu ekki með eitthvað, Leifur það? Jú, það var reyndar tengt öðru nema en þú viljið bæta eitthvað við þetta? Nei, í sjálf sér ekki sko, þetta bara grafa alvarlegt. Birtingamynd þess að hérna, það eru þarna starfstæðir í borginni, mikið til í skólunum, grunn og leik, þar sem að er allt og hátt veikindahlutfall og við verðum að þóra að tala um það. Ég gerði allt vitlaust, hérna fjármálarastefnu sveitafélagana, með því að nefna það. Það var nú reyndar í aðdraganda kjarasamninga og hérna og kennarar voru heitir. Það vakti fyrir mér að segja hérna, þetta er birtingamynd meins í kerfi og við verðum að laga meinið. Það er ekki endilega veiki kennarinn. Það eru starfsaðstæðurnar sem hann gera það verkum hann verður veikur. Og hérna, en mér snýri nú alveg út úr þessu og hérna gerðum með einhverjum vondum kalli. Gott og vel. Það breytir því ekki að við verðum að fara í þessi mál. Hérna, við erum í undirmönnun í skólunum, okkur vantar leikskólakennara og grunnskólakennara, okkur vantar að við þurfum að halda í starfsfólkið okkar. Ég meina, það er grafalvarlegt að stór hluti kennara segist ekki sjá sig fyrir sér starfa við kennslu eftir 5 ár. Ég meina, þetta er bara grafalvarlegt mál. Og ég saknaði þess að núverandi ríkisstjórn sé að gera eitthvað í því að gera leikskólakennara námið meira aðlaðandi eða grunnskólakennara námið meira aðlaðandi af því að við þurfum að fá þetta fólk í vinnu, öll samfélög. Og hérna, þannig að ég svona, hérna, ég seti bara punktinn hérna, þetta er sko, það er hægt að ná árangri í opinbera kerfinu með veikindahlutfall. Landspítalinn er gott dæmi það. Þau voru með held ég 7,5% veikindahlutfall fyrir nokkrum árum, fóru í markvissar aðgerðir og settu held í markmiðið í 5%, ég man þetta ekki alveg nákvæmlega, þau náðu markmiðinu. Já. Þannig að sko með markvissum aðgerðum, pólitískri fórustu og sko styrkum stjórnendum, þá og svo samtal við starfsfólk, þá alveg hægt að ná árangri með veikindahlutfalli. Já, sko, það er eitt sem ég langa nýti eina sem við vorum að tala um áðan í sambandi við auknar heimildir til innheimtu útsvars hjá sveitarfélögunum sem að Reykjavíkurborg sannarlega nýtti sér upp á einhverja 4 milljarða. Eins og öll sveitarfélög í landinu. Já, voru öll sem að því að Kópavogur er náttúrulega ekki að nýta sér upp í topp. Nei, þú ert að miskilja. Þetta er það sem að þetta er ástæðan fyrir ég greip frammi fyrir Hildiðin áðan, að því að menn miskilja þetta. Sko, málaflokkur fatlaðs fólks var færður yfir til sveitarfélagana fyrir nokkrum árum. Það fylgdi honum ekki þeir fjármuni sem að þarf til þess að reka málaflokkin. Það eru uppsafnaðir halli á málaflokki fatlaðs fólks sem að sveitarfélagin að greiða out of pocket inn í þennan málaflokk og ríkið var að koma með aukna fjármuni til sveitarfélagana allra á landinu með því að hækka útsvarsprósentuna eða gefa sveitarfélagum heimild til þess að hækka útsvarið sitt á móti lækkaði ríkið tekjuskattin hjá sér. Þannig að þetta var á nulli fyrir íbúana en þeir bara færuðu pening úr ríkissjóði yfir til sveitarfélagana. Ég skil, þannig að það var ríki sem að eyrnamerkti þetta málstæði falla. Þetta fer bara náttúrulega inn í hítina hjá öllum sveitarfélagunum. Já. En það voru fjármunirnir sem voru teknir út úr málaflokki, settir inn í málaflokk fatlaðs fólks, teknir úr skatthítinni sem að sveitarfélögin hafa úr að spila. Þannig funkar þetta sko. Skilurðu? Já. Þannig að þetta er á nulli gagnvart íbúum, öll sveitarfélög þáðu þetta og hækkuðu sína útsvarsprósentu eðlilega, en það voru þau öll í halla með rekstur málaflokksins. Já. Það er þetta bara gott á að spyrja þessar spurningu. Gott fyrir einar að fá að læra þetta. Sko, vona ég hefa gert þetta skýrt. Ég er ekki ásamlega þessu og var ekki að halda neina öðru fram. Þetta er algjörlega svona. Það var bara þetta lögbundna hámarksútsvar sem sveitarfélögum er leggja á það vekkað. Svo er náttúrulega kannski líka þessu vorum að tala um ásýs þetta jöfnunarsjóðsfrumvarp og það er annað dæmi sko. Það var bara eitthvað dótturspróf til að skilja það sko. Þetta horfði við mér eins og það væri bara hækkun útgjöldum útskipt með því að gera málaflokkinn fatlara sem væri fjársveltur.
Hækkun, það var ekki í raunin. Nei, þetta var bara búin að vera langar samningaviðræður við ríkið, kostnaðarmats, skýrslur og samningafundir og endaði með því að við fengum að hérna voru settir 6 milljarðar í heildina frá ríkinu yfir til sveitafélagana á landsvísu. Þetta hefur gerst núna í tvígang og hérna en áfram viðvarandi verkefni að full fjármagna málaflokkin. Klárt, til að slúta þessar umræðunni hleypi Leifsarunum í leikskólamálin, sko Dagur B eins og hann kallaður reyndar hérna King Dagur B, hann talaði um alvarlega fjárhagsstöðu borgarinnar, hann var nú lengi þarna við völd, var í pólitískur áróður andstæðinga og var líklega þarna vitna í hádegismóna í Morgunblaðið og fleira. Hildur, stenst þetta einhverja skoðun? Nei, þetta gerir það ekki og bara eins og ég sagði áðan, það er bara grunnhugsunin, við viljum að reksturinn sé sjálfbær, bara skatttekjur dugi fyrir útgjöldum. Og við eigum auðvitað ekki að þurfa að ráðast í eignasölu til þess að koma út á núllinu eða til að geta staðið undir okkur skuldbindingum. Þannig að það sem ég vil sjá er þessi sjálfbærni í rekstrinum. Það er bara megin markmiðið í mínum huga. Að tekjurnar sem við fáum í kassan, skatttekjurnar, reglulegar tekjur sem við fáum úr útsvarinu, fasteignaskattunum, frá jöfnunarsjóði, að það dugi fyrir þessum grunnverkefnum sem við eigum lögum samkvæmt að sinna gagnvart íbúunum og fyrirtækjunum í borginni. Og þannig er staðan því miður ekki í borginni og til þess að koma okkur rétt neginn við núllið að þá hefur þurft til það hefur komið til greiðlegu tekjuauki eins og þessi útsvarshækkun sem við nefndum, hún er sannarlega tekjuauki og eignasala. Já. Þannig að hérna, og mér fannst mjög áhugavert sko því að Einar nefndi áðan tillögur lækkun fasteignaskatta sem að við vorum bæði með tillögum það á sama fundi og bara minnihlutin stóð svona saman þær tillögur. Að það var mjög áhugavert að heyra einhvern veginn, það var svo hugmyndafræðileg umræða og svo skemmtilegt þegar maður kemst í svona pólitíska hugmyndafræðilega umræða því hún varpar svo algjörlega ljósi á hvað við hugsum með ólíkum hætti skatta og þarna var í rauninni báðar tillögur gengu út af það vegna þess að á ári hverju þá kemur nýtt fasteignamat og það er bara trendið hefur náttúrulega verið þannig að það er bara alltaf að hækka og nú sjáum við fasteignamat fyrir árið 2026 og það verður enn einn hækkunin þannig að það sem flokkarnir lögðu til var í rauninni að fasteignagjald, krónutala fasteignagjald myndi ekki hækka. Já. Þannig að það myndi vera fundin út svona rétt prósenta sem myndi halda krónutölunni sem heimilin greiða og fyrirtækin greiða, hún myndi ekki breytast milli ára. Og þá segja meirihlutaflokkarnir, hvað ætlaði að hagræða á móti? Og þau skilja ekki að við vorum að hafna tekjuauka, við vorum að segja, við ætlum bara að halda status quo, við ætlum bara að fá sömu tekjur og áður, en þau segja hvað ætlaði þá að hagræða? En við erum að tala en við viljum frekar þau svara hvað ætlaði þau að auka útgjöldin? Af hverju þurfið þessar auknu tekjur? Hvað ætlaði þau að auka útgjöldin? Þannig að þarna kom svona mjög skýr. Þetta er ég nú búin að þurfa að búa við í öll þessi árum frá því ég fór inn í borgina að díla við þetta. Ég hef sagt það að Einar að hann er náttúrulega mesti velikjóðun í borgarstjórn og eiginkona hans Milla Ósk Magnúsdóttir það áttu náttúrulega útbúið sérstaklega bótaflokk hjá ríkissjóði fyrir hana að lifa með þessu væri. Þetta er bara, ég er bara sammálaður sko, þetta Ég er reyndar að vísa núna í eitthvað svona kvapp yfir morgunmatnum í borgaráði. Ég borði ekki morgunmat en gott og vel. Ég sko bottom line varðandi rekstur borgarinnar nummer 1, þetta er ótrúlega öflugt fyrirtæki. Það er hægt að ná meiri árangri með það. Og ég tala þetta sem fyrirtæki að því við erum að tala fjármál. Í grunninn er þetta þjónustustofnun og það er það sem að skipti fólkið mestu. En sko, við getum náð meiri árangri. Og það veit ég vegna þess að ég lét greina það á meðan ég var borgarstjóri. Það er fjölmörg tækifæri. Án þess að skerða þjónustu og meiri segja getur það bætt þjónustuna fyrir minni pening. Og í öðru lagi ef við ætlum að bera saman sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu þá er það kannski að einhverju leyti ójafn samanburður eða svona flókin að sumu leyti vegna þess að annars vegar þá er borgin með sterkari tekjustofna af því að við eigum fyrirtæki sem að greiða okkur arð, Orkuveituna og Faxa og Flóðahafnir og fleiri sem að gefa okkur árlega nokkra milljarða innspýtingu. Á móti þá erum við með aðrar þjónustu sem önnur sveitafélög eru ekki með eða ekki í jafn miklu mæli félagsþjónustu og fleira. Þannig að þetta svona einhverju leyti jafnast út en borgin á grunninn með öll þessi fasteignagjöld á opinberum stofnunum og fleira á hún ekki að þurfa að væla yfir því að hafa ekki tekjur til þess að reka sig. Nei. Og ég hef aldrei kunnað við innan vælutón
það sem að borgarstjórar hafa verið að væli við því að þetta sé undir fjármagn og þetta sé svo ósangjant og þetta sé svo erfitt allt saman. Bara fyrirgefið, ég bara held að borgin geti vel rekið sig. Ég held reyndar að það áhugavert og þið ættu kannski að fá í þáttinni þetta Harald Líndal sem hefur verið, ef þið viljið fjalla sveitafélögin, að því að hann hefur verið hann og sonur hans, Arnar, hafa verið að greina rekstur sveitafélagana allt land og þeir eru bara svona eiginlega færastir í því að greina fjárhagsstöðu sveitafélagana og þeir hafa verið í þessu lengi. Þeir hafa bara bent á það í sínum útreikningum að þau verkefni sem hafa verið færð sveitafélagunum frá ríkinu og tekjustofnarnir sem að eiga standa undir þeim, alla jafna þá bara gengur dæmið ekki alveg upp. Sama hversu stór og þetta bitnar líka á litlu sveitafélagunum eins og stóru og svo þetta einhvern veginn allur gangur á þessu en það þeirra niðurstöða í stuttumáli svo að sveitafélögin séu komin algjörlega eiginlega fram af brúninni með reksturinn. Þau eru farin að ganga á eignirnar sínar, þau eru farin að skerða þjónustu og alls konar og ég byrjaði nú þennan þátt á því að segja að það ekkert mála að reka sveitafélag réttum með við nullið. Einfaldasta leiðin bara skerða þjónustu. Og eða bara, þú veist, flesti bara hins vegar halda áfram með hallan. Pointið mitt þetta, borgin sterk, þarf ekki að væla, við getum rekið okkur réttum með við nullið, við erum þróttmikil og það fullt að tækifærum, en heilt yfir þá þarf aðeins að og í samanburði við önnur sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu þá skuldirnar okkar og svona langtíma áætlanirnar, þetta allt saman bara í fínum málum þannig í þeim samanburði en við erum bara sem fyrr svo í taugarnar á mér að við erum ekki að nýta tækifærin og þróttin í borginni sem að geti gert það verkum að við getum bætt þjónustuna. Þannig að þetta svona samblanda mörgu en mér finnst við verða að vera sanngjörn samt í garð borgarinnar. Þú veist, ég ekki á þeim stað sem að kannski venjulegur oddviti minnihluta flokks í borginni eða í stjórnarandstöðu flokks að segja allt sé algjörlega ömurlegt í rekstrinum. Það bara margt sem ágætlega gert og við förum víða vel með peninga en tækifærin eru þarna til þess að grípa þau og það sem við þurfum að gera á næsta kjörtímabili ef þú tekst að mynda kröftugan meirihluta. Já. Ég að því við erum að tala líka meirihlutana þá annað sem að mér finnst vera, ég miklar áhyggjur af, að ég skynja að núverandi meirihluti skilji ekki alveg hvernig verðmæti verða til. Nei. Og að hér skorti algjörlega eitthvað að skýra atvinnustefnu og hér sé hugað að því hvar atvinnustar sem á að vera og hún fá að vera blómleg og að við hana sé stutt. Og svona eitt ekki nýlegt en nýlegt í umræðinu dæmir Ártúnshöfðin sem þetta hverfi sem að hefur verið í skipulagningu í langan tíma og við svo sem ekki verið á móti því að það rísi íbúðabyggð en það alveg ótrúlega illa staðið að samtali við atvinnurekendur á svæðinu og það var nú þannig að það sendi einn atvinnurekandi okkur öllum í oddudórnum eða jafnvel stærri hópi í póst og hafði af þessu miklar áhyggjur. Og ég fór að hitta hann á fundi og hann kallaði reyndar mun stærri hóp saman þannig að við hittum svolítið mörg og þá var einn bara þarna atvinnurekandi á svæðinu sem var í rauninni að fara að selja sína eign og það fasteignasali sem segir við hann, heyrðu, þetta bara verðlaus eign vegna þess að þú ert á útrúnum lóðalegu samningi og í samningnum ekkert uppkaupsákvæði þannig að það sem þú átt að gera núna í rauninni samkvæmt samningnum að rífa húsnæðið þitt á eigin kostnað og skila lóðinu í upprunalegu ástandi og þú farið engar bætur fyrir. Ég vonaði þetta að það verði ekki niðurstaðan en borgin hefur ekki boðið upp á neitt samtal hvernig þessi málega að þróast og þarna eru bara þúsundir starfa fjöldin allra fyrirtækjum í mikilli óvissu og ég kallaði eftir yfirliti vegna þess og ég var mjög hissa að þetta yfirlit var ekki til. Ég var mjög hissa að borgin hafi ráðist í að skipuleggja heilt íbúðahverfi á Ártúnshöfðanum án þess að vera búin að kortleggja stöðu fyrirtækjana á svæðinu og hvert þú ætti að fara og hvernig ætti að vinna með þeim og hvernig samningarnir væru sem væru undirliggjandi. Þannig ég baði þessa kortlegningu og fékk hana fyrir skömmu og þurfti svolítið að grísa úr þessu og fann þá út að ef við tökum bara fasteignamat sem auðvitað ekki
almennt verðmat á atvinnueignum, en ef við tökum bara fasteignamatið, að þá fasteignamat þeirra eigna á orðnusöðunum sem eru ekki með uppkaupsákvæði og með samningu sem eru útrunir eða renna út á allra næsta árum, það 20 miljardar. Og þetta eitthvað svona allavega mælikverði á verðmæti sem að atvinnulífið heldur á og veit ekki betur en að verða bara hrifsað af þeim og þeim verði bara vísað brott og borgin vinnur ekkert með þeim að því að hér nýtt svæði eða við myndum gjarnan vilja hafa ykkur hér. Ég veit ekki hvort að ég ætla að fara í þessi verslunarrými á neðstuhöfum sem að standa tóm hér og þar en það nú ólíklegt að bílanust eða eitthvað fara þanga. En þannig að mér finnst þetta mjög alvarleg staða og ég kallaði líka eftir því þegar ég baði þessu gögn frá borginni. Ég spurði með hvaða hætti eru það að vinna með þessu fyrirtækjum að því að halda þeim inn í borginni, að ræða við þau nýja staði eða eitthvað og þeirri spurningu enn ósvarað og ég heyri það frá þessum atvinnureikendum að hann hefur ekki verið svarað. Nei. En svo eru einhverjir aðrir á svæðinu sem hafa fengið framlengingar eða hafa fengið uppbyggingar heimildar á sínum lóðum, bara bílasölur sem fá allt í einu að byggja íbúðir og þannig að það svona það gengur ekki eitt yfir alla og það þetta mjög vont að sjá. Ég miklar áhyggjur af þessu og þetta ákveðin afleiðing af þéttingastefnunni, vil ég meina og þarna á að þétta þarna á Ártúnshöfðanum. Við sjáum líka hvernig þéttingastefnan hefur ég vil meina græna gímaldið í Breiðholtinu sé afleiðing af þéttingastefnunni og það vegna þess að það búið að taka hvert atvinnusvæðið á fætur öðru og breyta í íbúðabyggð. Ég geti nefnt Vogabyggðina og Ártúnshöfðan og nú það að vera Skeifan og nýjasta dæmið að formaður skipulagsráðs Dóra Björt Pírati talar að Sundahöfn geti verið æðisleg íbúðabyggð, það sem stærsta inn- og útflutningshöfn þjóðarinnar, bara engin skilningur á hvað verðmætasköpun á sér stað þar. Þannig að þegar að borgin sig svo í samkeppni það að halda hugum innan borgamarkana að þá ekki heppilegri lóð til heldur en eitthvað lóð í mjóttinu ofan í íbúðarhúsnæði. Þannig að mér finnst bara skorta atvinnustefnu í borginni og að við finnum fyrir því að það sé eitthvað skilningur á hvernig verðmæti verða til og að hvernig við sköpum störf hérna í borginni. Það almennt þannig að fólk sækist í að búa jafnvel nærri sinni vinnu og ég veit mörg dæmi þess að fyrirtæki hafi kannski flutt í Hafnarfjörð eða Garðabæ og starfsmennirnir flytta jafnvel margir hverjir bara með að því fólki finnst gott að búa nálægt vinnunni. Þannig að þetta eitthvað sem ég hef áhyggjur af og finnst svona skorta hjá þessu meirihluta, ekki bara að þú spurðir áðan hvort að þessi nýji meirihluti hefði eitthvað áhuga á rekstri borgarinnar. Mér finnst það ekki hafa það og mér finnst það líka skorta skilninga á hvernig verðmæti verða til og hversu mikilvægt það að við séum með þróttmikið atvinnulíf í höfuðborginni. Ég ætla ekki að andmæla þessu. Það sem við erum kannski bara líka þess að sjá, eins og með Ártúnshöfðan. Þetta eru ákvarðanir sem eru teknar, skipulagsákvarðanir sem eru teknar fyrir mörgum árum síðan. Löngu fyrir okkar tíð, sko. Og þetta eru blokkirnar sem voru í Glærisjónum hjá Degi. Já. Og fólk var svona að segja að þú býr nú ekki í Glærisjónu og eitthvað svona. Og Núna gera það. Já, en svo eru bara þessi hús að rísa núna. Og þetta kjörtímabil hefur verið snúið bara að því leiti að öll þessu hús að koma upp úr jörðinni núna, að vera að steypa þau upp og fólk að flytja inn í þau og átta sig á því hvernig þau líta út, hvernig útsýnið út gluggann og hversu mikil birta inn í íbúðinni og hvað eru mörg bílastæði og fólki bara kemur á daginn og fólki líkar þetta ekki sérstaklega vel. Þannig að núna svona, ég ætla ekki að segja að allt sé eitthvað ómögulegt en margt við erum að sjá einhvern veginn mistökin fæðast og við verðum að læra af þeim. Og þetta og nú ég maður sem að fór í framboð og sagði að við verðum að byggja meira og þess vegna verið svona frekar hlindur öllum uppbyggingar áforma allstaðar þar sem að þau hafa verið en svo bara líður aðeins tíminn og kjörtímabilið líður og maður á í samtali við íbúa og maður fylgist með umræðinni og sér þetta síðan bara með eigin augum og við verðum að staldra við og það var meðal annars það sem að gerðist var þegar við sprengdum þennan meirihluta þegar að átakshópur sem að ég setja á fót leið og ég verð borgarstjóri til þess að greina tækifæri til uppbyggingar og leggja eins mat á stöðuna af því að í upphafi kjörtímabilsins þá tvöfölduðum við áformin okkar húsnæðisuppbyggingu sem 16 íbúðir á 10 árum og
keyrum á stað og svo bara botnfraus markaðurinn og Seðlabankinn hækkaði vext upp úr þakinu, fristi eða gerði ungu fólki ókleift að kaupa sér íbúðir af því að lántöku skilyrðin voru svo þrengt. Þannig að markaðurinn bara fór í frost, menn hætti að byggja og við segjum, hvað eigum við að gera? Reynum að kickstarta einhverju. Við förum í greiningar, sjáum bara ok, það einhverjar lóðir sem hættir að kroppa innan og hverfunum hér og þar. En við verðum að taka stóru ákvarðanirnar í skipulagsmálum aukið land, að fara í að reiðja land og brjóta það og undir íbúðarhúsnæði og einhver fyrirtæki hugsanlega. Úlfarsárdalur, Geldinganes, Kjalarnes, svona stærri, það sem erum við með nokkur þúsund íbúður undir á hverjum stað. Og þá, og svona minnur líka þess að sko, íbúðar ekkert sérstaklega hrifnir að því að fá blokk við hliðina á sér. Og við erum mikil umræða grænu svæðin og við megum ekki ganga á þau. Við höfum frekar að reyna að fjölga þeim, og þéttingin að birtast okkur og við sjáum, lærum aðeins á mistökunum. Eina leiðin til þess að gera þetta núna, að því það svo margt, það búið að samþykja svo margt upp á Höfða og út allt, að ef við ætlum að halda áfram, þá verðum við að fara í ný svæði upp í Úlfarsárdal, byggja aldrei vel þar og byrja strax að skipuleggja Geldinganesi vegna þess að Sundabrautin að koma þangað og hún verður vonandi tilbúin 2032 og það tekur 10 ára að skipuleggja svona svæði og undirbúa það og áætla fjármuni í innviðina og allt þetta og þannig að þegar ég fer að koma með þessar hugmyndur og segja, við verðum að fara að gera þetta, að þá lendum við á vegg við framsóknarmenn í þessum meirihluta, erum bara sökuðum að brjóta einhver sáttmála og alls konar. Það bara, rörsýnin svo mikil, það bara borgarlína og þétt í kringum hana og það á að vera lausnin. Já. Og annað bara seinni tímamál og þetta bara skipulagssýn sem að ég ósammála. Náðum að berja í gegn 380 íbúður upp í Úlfarsárdal í byrjun kjörtímabilsins og eitthvað svona og jú, það byrjaði að selja lóðir upp á Kjalarnesi en ekki í þeim skala sem að þarf. Nei. Þannig að ef við höfum að fá heilbrigðan húsnæðismarkað og búa til mannvænleg hverfi sem að íbúar elska, af því að íbúar allar Reykjavík elska hverfin sín. Finnum það bara þegar við förum og hittum fólkið okkar út í hverfunum, elska göngustíðan og grænusvæðin og sundlaugin og íþróttahúsið og menninguna í hverfinu og einhvern veginn hjartsláttinn og það þessi þrá stjórnmálamanna að vilja breyta Reykjavík í Kaupmannahöfn eða einhverjar aðrar borgir, bara eins og Dóra Björt var að tala í einhverju viðtali að Reykjavík var miklu gisnari heldur en Kaupmannahöfn, gott og vel. Reykjavík bara Reykjavík. Já. Og það okkar ábyrgð að byggja hann upp og meðal annars vegna þessara kreddupólitíkur þá sáum við það í Framsókn og við gátum ekkert komist lengra með þeim. Ég meina, ég kasta fram hugmyndinu og segi mína skoðun það að við verðum að fara að skipuleggja Geldinganes og það var bara sagt, þú ert ekki borgarstjórinn okkar. Nei. Ég meina, hvernig á maður að halda áfram í svona meirihluta? Ég held að séum stödd á svolítið áhugaverðum tíma núna vegna þess að frá því ég byrja í borgarstjórn 2018 þá hefur mér ekki endilega þótt mikillega frjóri jarðvegur til að ræða skipulagsmál svona við almenna borgara. Fólk hefur mikið viljað ræða reyndar samgöngumál og leikskólamál og eitthvað svona en ekkert endilega skipulagsmál í sjálfu sér. Mér finnst þetta algjörlega vera að breytast núna og ég held að fólk sé svolítið tilbúið til að ræða bara hvert erum að fara með þessa borg til framtíðar vegna þess að síðasta áratuginn að þá hefur Dagur B. Eggertsson sem þetta mjög snjall stjórnmálamaður og eitt svo snjallasti í samtímanum og ég ætla bara algjörlega að gefa hann það mjög flinkur og hann hefur kynnt sína framtíðarsýn, sína þéttingarstefnu og borgarþróunarstefnu fyrir Reykjavík og hann gerir það mjög mikill sannfæringu og hann hugar svona meira að framsetningunni og umbúðunum og ímyndinni heldur en kannski framkvæmdinni og hvernig að fjármagna verkefninu og annað og hann gerir þetta með samfærandi hætti og málar upp einhverja mynd í hugarum af fólki sem það kaupir og kýs.
Núna erum við hins vegar spólum 10 ár fram í tíman, stödd í þeim veruleika að mikið af þeirri stefnu sem hann hefur boðað, hún er risin fyrir framan augun á okkur. Og við erum að sjá mörg ný hverfi sem hafa risið, sem eru auðvitað ekki algjörlega ómögulega á öllu leyti, en eru ekki kannski mörgum kostum gett heldur. Og þarna erum við að tala mjög þétta uppbyggingu háreista og allt þetta sem við þekkjum í umræðinu, dimmar íbúðir, lítið sólríkt umhverfi, lítið gróður, fá bílastæði, allt þetta, við þekkjum þetta. Það er mjög áhugavert, Páll Jakob Líndal, umhverfissálfræðingur, hefur verið aðeins að stiga fram í fjölmiðlum undanfarna misseri og fjalla þessi mál. Og mér finnst svona áhugavert aðeins að nefna að hann leggur fyrir nemendur sína á ári hverju rannsókn. Það sem ég veit ekki hvort að heyrt þetta, hann sýnir þeim 70 götumyndir af Reykjavík og þau setja eitthvað í sarpinn líka og svo að velja hvað þykir þér mjög ljótt eða mjög flott á einhverjum svona einföldum skala og nemendur eiga að svara þessu og líka bera þetta undir eitthvað í sínu nærumhverfi. Milli ára 95% fylgni milli svara, hvað fólki finnst vera mjög fallegt og hvað fólki finnst vera mjög ljótt. Og það sem að fólk almennt sammála að sé ljótt og óæskilegt og eitthvað sem það vill ekki sjá, það er þessi mjög háreista byggð, þar sem að það er svona þrengt að þér bæði frá hæðinni og í nálægðinni við þig, lítið gróður, lítið sólarljós, þetta er svolítið þessi nýju hverfi sem við höfum séð rísa. Það sem fólk almennt sammála að sé mjög fallegt, það er lágreistari byggð, meiri gróður, meira víðfeðmi milli húsa. Stundum þetta gömlu hverfin í Reykjavík sem eru mörg fyrir þétt en þau eru öðruvísi þétt. Og það er einmitt að þétta byggð, það getur verið algjörlega gjörólíkt. Og það hvernig byggð hefur verið þétt í Reykjavík á vakt Samfylkingar síðasta áratuginn hefur ekki verið góð aðferðafræði. Ég mun hrifnari vegna þess að við viljum klárlega skipuleggja ný hverfi og brjóta nýtt land og höfum hort einmitt á Geldinganesið og meira á Kjalarnesið og Úlfarsárdalinn og ég hef verið spennt fyrir Örfirisey sem líka svæði til að heimila íbúðabyggð og ég geti áfram talið. En það sem við viljum sjá, en einhverjum tilfellum er líka skynsamlegt að þétta. En þegar við erum að horfa á þéttingu þá vil ég miklu frekar sjá hóflega þéttingu. Lágreistari byggð, meira bil milli húsa, ekki þessa monsterbyggingar sem að bara rannsóknir sína, fólki líður ekki vel í svona umhverfi og það er svo áhugavert líka að Páll Jakob nefndi dæmi og ef ég man rétt voru þetta í Árskógum, páfagaukar sem byggu í Árskógum og sungu fallega á degi hverjum og svo kemur græna gímaldið skyndilega fyrir framanstofugluggan og þeir búa bara allt í einu við myrkur og minna sólarljós og þeir bara hætta að syngja. Og þetta eru bara lífverur sem búa við einhver líffræðileg kerfi og þetta hefur bara þessi neikvæði áhrif á þessa fugla og við erum auðvitað bara ákveðin dýrategund líka og það hefur líka neikvæði áhrif á okkur að búa í umhverfi sem okkur finnst ljótt eða sem er bara dimmt eða sem þrengir að okkur og það er ábyrgð okkar núna að huga því hvert ætlum að stefna með borginni til framtíðar. Hvernig ætlum að skipuleggja þessa umfangsmiklu húsnæðisuppbyggingu sem við þurfum að fara í og þessi nýju hverfi sem við þurfum að reisa. Og við þurfum að passa að þau séu þannig að fólki líði vel í þeim og þau séu eitthvað sem fólk er að kalla eftir. Og því miður þá finnst mér hafa verið hugað mjög illa því að minnstakosti síðasta áratuginn í Reykjavík. Já. Klart mál. Mjög gott, mjög gott. Færum okkur yfir í leikskóla og málun í boði Orku náttúrunnar. Kannski þar áður Einar á fyrsta kaffibollar kl. 8:00. Ég mæti til með rjúkandi heita neopítsu, New York style, kalt hefur í nokkra daga degið sko. 8 morgunin. Þetta er rosalegt. Þetta er morgunmatur. Hann borðar ekki morgun. Nei, byttu. Ég hef síðan borðað morgunmat sko, þannig að ég er ekki alveg að köpa þetta. Þú veist, hún er búin kalt hefa degið nokkra daga og hún er ekki volt, hún er rjúkandi heit. Já. Og Pizzan? Já, pepperoni, mozzarella, San Marzano, tómatar, þetta er allt á henni. Ok. Og bjóða þér sneið eða afþakkar pent, þetta er morgunmatur. Ég myndi taka hana. Er það ekki? Já, bara sjálfsögðu. Er það að þú træddi við ritskóðin í Birkja því þú sannlega myndi taka hana? Nei, ég er pítsumadur, þú veist, og bara you had me at pepperoni. Hildur, hefur þú smakkað neopítsu? Ég smakkaði hana, en ég myndi, hún er mjög góð. Ég myndi aldrei fá mér hana fyrir hádegi. Ég er bara með smá sjálfsaga hérna, sko. Ég tek kalda pítsu á mótnana stundum daginn eftir. Þú veist, erum við ekki þar? Ég er pítsukall, jú. Já, við erum allir pítsukallar. Já, það er ekki saman ægin hér að væli fyrir miður. Lífið er alltaf stutt til þess að vera refsa. Já. Þú veist, ég er págaukurinn sem syng, sko. Já. Það gengur á. Já.
Þú heldur svo pítsu á þig áfram og hættir að syngja. Hann söng sem hæst þegar græna gímaldi kom Jesus Kristus. En svo það Orka náttúrunar. Já. Sko, ég veit ekki hvort að hlustendur meðvitaðir það, en Orka náttúrunar hefur fengið íslensku ánægjuveðina 6 ári röð. 6 ári röð. 6 ári röð. Takk. Þá stóru viðurkenningu og en eru þetta fremstir flokki raforkusala sem veitur þjónustu til viðskiptavina. Það er alltaf eitthvað sem Reykjavíkurborg er að gera vel. Hleðslutu þessu dagana? Það er bara perla. Já, hún er auðvitað perla. Hleðslu garður, sko. En það kom með leikskólamálunum, Birgir, og úr því að við ætlum aðeins að taka fyrir minnast á þinn heimabæ. Við vorum með 2 kollega í setti fyrir viku síðan. Andra Stein í Sjálfstæðisflokknum og Jónas Má í Samfylkingunni, stóðu sér báðir mjög vel. Jómfrú Jómfrú ræða þeirra í hlaðvarpi. Við vorum að ræða þetta Kópavogsmódel í leikskólamálum. Sko, ég ætla að byrja á þér, Hildur. Þeir voru aðeins að rífast þetta, eitthvað sem búið að hlusta á þetta eða þú náttúrulega heyrti einhverja gagnrýni þetta og kosti og galla þess. Er þetta eitthvað sem að kannski kryddbíðunar ætti að skrifa hjá sér? Þetta memo Kópavogsmódel? Sko, mér finnst alveg til fyrirmyndar hvernig sjálfstæðismenn í Kópavogi brugðust við leikskólavandanum með því að fara bara í svona kerfisbreytingu og framsóknarmenn framsóknarmenn líka þetta er framsóknarmenn ég hugsa bara Kópavogsmódelið Ásdís Kristinsdóttir en það er sjálfstæðismenn og framsóknarmenn í samstarfi þetta er rétt Einar, þetta leiðréttist hér með hvernig sjálfstæðismenn og framsóknarmenn ákveðu að taka í rauninni leikskólavandan og ráðast í svona kerfisbreytingu eins og var gert með þessum hætti og niðurstaðan er svo að þessi svona veikindadagar eða lokunadagar á leikskólum, þeir eru bara núna 0 og við sem erum börn á leikskólum, við þekkjum það að það ég er enda svo heppin að ég er í barnið mitt í einkareknu leikskóla og við lendum aldrei í svona lokunadögum en margir hverjir þekkja þetta leikskólar loka mjög gjarnan vegna veikinda starfsmanna eða fáliðunar eða eitthvað slíkt þeim tókst einhvern veginn algjörlega að bregðast því með því að breyta starfsumhverfinu ég er ekkert endilega samt á því að Kópavogsmódelið eigi heima sem Reykjavíkurmódelið. Ég held að við þurfum að fara í einhverja samskonar vinnu, við þurfum að endurskipuleggja hvernig leikskólastarfið er og gera vinnu umhverfið betra, eins og ég nefndi áðan þá er veikindahlutföll á leikskólum borgarinnar há, lokunadagarnir eru gríðarlega margir og foreldrar eru að bara finna mjög fyrir því og börninu þetta líka. Þannig að við þurfum að fara í einhverja breytingar. Hins vegar bara svona það, í mínu DNA og mínu svona hugmyndafræði að þá er ég ekkert endilega á því að vegna þess að Kópavogsmódelið gerir ráð fyrir að ef að barnið þetta er bara 6 tíma á leikskóla þá er leikskólavistinn frí og ég er bara ekkert á því að hlutir eigi almennt að vera frýr og þannig að það er svona tvist á þessu sem að ég hef alveg sagt félögum mínum að ég er ekkert endilega hrifin af en ég held að við þurfum bara að fara Reykjavíkurleiðina og við þurfum aðeins að finna út að þetta miklu flóknar á stærra viðfangsefni að laga leikskólakerfið í höfuborginni í 140.000 manna sveitafélagi samanborðið við 40.000 manna Kópavogsbæ sko. Hvað langar ykkur að gera? Þannig að ég myndi gjarnan vilja að við færum í að endurskipuleggja og þetta er eitthvað sem leikskólakennarar hafa kallað eftir að við endurskipuleggjum leikskóladaginn meira í takt við hvernig grunnskóladagurinn er þar sem að faglegt starf fer fram nú segjum milli 9 og 2 eða eitthvað slíkt hinir tímarnir séu meira í takti við frístund eins og er í grunnskólum. Það myndi breyta því hvernig við mönnum þessar leikskóladeildir. Þannig að ég held að það sé svona eitt viðbragð og eitt af því stóra sem að leikskólakennarastéttin og starfsmenn leikskóla er að kalla eftir til að bæta þeirra starfsumhverfi. Við erum auðvitað í þeim veruleika að lög leikskóla gera ráð fyrir að 2/3 allra starfsmanna leikskóla séu fagmenntaðir. Og við náum ekki þeim hlutföllum og mjög fáir gera það. Ég hef samt alltaf í þeirri umræðu vilja nefna að það er annað starfsfólk sem er ekki fagmenntað sem vinnur á leikskólanum og er gríðarlega mikilvægt og margt hvert heldur hreinlega leikskólastarfinu uppi og ég var með dætur mínar á leikskóla þegar ég byrjaði í borgarstjórn og umræða fór í gangum fagmenntun á leikskólum og ég hugsaði hvað þessu margir fagmenntaðir á leikskólanum þeirra og ég fór að fletta þau upp og það var bara leikskólastjórinn og engin annar og við fundum ekkert fyrir því. Þær fóru báðar læsar út úr leikskóla og bara stórkostlegt starfsfólk sem tók vel á móti þeim og við þurfum líka að sýna þessum hópi virðingu því þetta er fólk sem er að manna þessar stöður og getur komið inn á leikskólana
með einhverja aðra fagþekkingu, getur verið bakgrunn í íþróttum eða dansi eða tónlist eða það er til dæmis einn mjög merkilegu maður sem starfar á Laufásborg sem ekki kennaramenntaður en skákmaður. Ómar Salama. Ómar, og hann hefur byggt upp þetta stórkostlega skákstarf í Laufásborg sem að þau eru svo þekkt fyrir. Þannig að það getur verið mjög dýrmætt að laða að svona hæfileika fólk, þó það sé ekki kennaramentað, inn í leikskólan og ég vil svona aðeins mér finnst aðeins með að breyta umræðin þennan hóp starfsmanna með stundum tala niður til þeirra en auðvitað gríðarlega mikilvægt að vera með þetta fagmenntaða starfsfólk líka og það sé að stýra leikskólunum og jafnvel deildarstjóra hlutverkum og öðru en allt þetta fólk gríðarlega mikilvægt og við þurfum að hlúa því en mönnunin á leikskólunum, það er auðvitað stærsta áskorunin, hvernig við mönnum leikskóluna og það er hægt að byggja 20 nýja leikskóla en það er ekkert víst að þeir verði mannaðir sko. Nei. Einar, þú náttúrulega þegar voru aðeins byrjar að kukka þarna þegar þú varst bæði forseti borgarstjórnar og svo náttúrulega borgarstjóri talaði þeir ætla að stytta náttúrulega biðlistana, helling og annað hvernig hefur þetta gengið og sérðu stefnubreytingu eftir að þú fórst? Nei, sko þessi meirhluti sem að núna stýri borginni tók aðgerðaplan sem að ég setti niður með Skúla Helgasyni og Árelíu Eydísi samflokkskonu minni Skúli Helgason farið fyrir hérna brúum bilið verkefni. Já, einmitt, og það var að sjálfleita leikskólamálin, uppbyggingaráætlunin og ég hef verið náttúrulega lengi vantrúaður á það að sko þessar yfirlýsingar kjörinna fulltrúa í Reykjavík fyrir hverjar kosningar að nú eigi svo sannarlega að brúa bilið og taka 12 mánaða börnin á leikskóla og ég skoðaði þetta náttúrulega aðeins fyrir síðustu kosningar og sá bara þetta, ég er ekki farið að ljúga því einhvern veginn bara upp á von og óvon að það takist á þessu kjörtímabili þannig að við sögðum fyrir síðustu kosningar í Framsókn að við treystum okkur til þess að segja 18 mánaða börn að það verði þau komist inn en við þorðum ekki að fara lengra vegna þess að við viljum ekki ljúga kjósendum. Það er enga forsendur það nema bara endalausar ræður frá samfylkingunni sem hefur stýrt þessu málaflokki árabil að þetta sé nú allt að koma. Svo er bara endalaust að koma fréttir af því að það eru fleiri og fleiri leikskólar að detta inn í einhverja myglu viðgerðir og eru þá bara út í 1, 2, 3 ár bara lokað, strípaðir og opnaði síðan eftir dúk og disk mönnunarvandræði og bara einhvern veginn svona alveg óyfirstíganlegt verkefni einhvern veginn brúum bilið með eitt svona verkefnalista á einum hjólförum og svo viðhaldsátakið í leikskólamálum á öðrum hjólförum og þessir hópar að slást fjármagni sem átt að fara í leikskólamálin og í fjárfestingar áætlun og togstreita inn í kerfinu útboðin fara sent á stað og einhvern veginn og svo eru hlutindi boðinir út og þá svo farið á stað og svo kostar þetta helmingi meira og dregst fram úr hófi og maður bara gjörsamlega óskiljanlegt hvað þetta hefur gengið illa. Já. Og ég skil foreldra sem hafa komið niður í Ráðhús eiginlega árlega til þess að mótmæla bara seinagangi og því að börnin í Reykjavík komist ekki inn á leikskóla snemma og börnin í nágrannasveitarfélögunum. Þannig að ég hugsaði með mér, gerum nú allavega eitt, skulum sameina þessi brúum bíliverkefnið og viðhaldsáttakið. Þannig að við séum með sama fólki að taka ákvarðanirnar það hvar eigum við að byggja og hvort eigum við að fara og gera við eða þið vitið, eigum við að kannski bara rífa skóla sem er myglaður og fara freka bara og henda upp einhverju fljótbyggðu einingahúsnæði og þannig að við förum í það og búum til áætlun það að setja niður einingahús á leikskólalóðum vísvegar borgina og þetta plan er bara að loka metrónu þegar að meirihlutin slitnar eða springur og nýr meirihluti trommar upp með þetta prógram sem sínar aðgerðir í leikskólamálum og gott og vel, það eru þá bara stolnar þessar fjaðrir en þær eru að hossa sér á því. Ég fyrst og fremst og ég hef nú sagt þetta líka sjálf
Hildur, tilfinningin svo maður getur byggt 20-30 leikskóla og maður mun samt ekki brúa bilið vegna þess að okkur vantar leikskólakennara. Og þá förum við bara aftur yfir í þessa umræðu starfsaðstæður og fleira. En að því að þið voruð að tala Kópavogsmódelið, ég alveg sammála því að sko það sem vakti fyrir kollegum okkar í Kópavogi var kannski bæði það að létta álaginu á starfsfólki, líka að auka gjaldtökuna af því að leikskólagjöldin eða kostnaða þáttaka foreldra í leikskólagjöldunum hefur lækkað ár frá ári í áratug og hefur aldrei verið lægri, og við vitum það að mjög margir eru að kaupa lengstan dvalartíma, allan auka tíma sem hægt bara til öryggis. Sækja samt börnin kannski hálftíma fyrir eða klukkutíma fyrir jafnvel og nota ekki alltaf tíman en hafa hann svona upp og hlaupa. Og það vegna þess að aukastundin ódýr, allt of ódýr, og á sama tíma þá sveitarfélagið að full manna leikskólan alveg fram til lokunar með starfsfólki, með dýru starfsfólki, allt starfsfólk kostar. Og þannig sóunin í kerfinu. Þannig ég skil vel að það hefur verið þessi þrýstingur í Kópavogi og hann kannski dálítið sniðugur að gera síðasta hálftíman eða klukkutíman dýrari, þannig dýran að fólk finni fyrir honum. En ég hefði viljað að svona kannski sjá aðeins betri greiningu og könnun á því hvernig þetta kæmi út fyrir ákveðna hópa í samfélaginu áður en ráðist hefði verið í þetta í Kópavogi. Ég held að hefði hjálpað þeim bara strax í upphafi því þetta verkefni hefur fengið mikla gagnrýni, að þetta komi illa niður á fólki sem í þannig vinnu að það getur ekki stytt vinnudaginn sinn eða skipt honum upp og svona. En að því sögðu þá finnst mér mikilvægt að reyna að brjóta aðeins upp þetta kerfi. Fjölga valkostunum. Við settum í gang vinnu við vinnustaðaleikskóla. Töluðum við fyrirtækin í borginni, Alvotech hoppaði á vagninn og vildi opna leikskóla. Það eru fleiri fyrirtæki sem áhugasöm, líka dagvistunarúrræði, Arion banki búin að opna eitt slíkt og aðeins að fá meiri gerjun í þetta. Þau hata einkaaðila, þessa kryddýr. Já, ég meina það var fyrsta sem það gerðu, var að segja upp samtalinu við þessa aðila, sko. Þetta var algjörlega að loka metrónum og Sorry, kannski eitt sem ég skjóti inn, það var húsnæðisstefnan á hann sem kannski glemdum aðeins að nefna. Hildur talaði á hann að vanta eitthvað sem á samtali við atvinnulífið. Hvað var þetta? 45% líka íbúðum eða vera óhagnaðardrifin leigufélög og það ekki til þess sem heitir óhagnaðardrifin. Já, af því sem hefur verið byggt á síðustu árum hefur 45% verið einhvers konar niðurgreitt húsnæði og svo greiðlega hátt hlutfall líka sem á að vera það til framtíðar. Það finnst mér ofhátt. Ég veit ekki hvort ég held að við sem eina sem ekki endilega sammála þarna en mér finnst það að vera ákveðin skekkja og ekki endurspegla samfélagsgerðina sem við búum við. Vildi aðeins bara skjóta kryddbíðan að það? Já, nei, ég menna það vilja bara að þetta sé opinbert kerfi. Ég held að enga reknarskólarnir séu gríðarlega mikilvægir en ég held að sé hægt að breyta því kerfi líka. Fá inn fyrirtækja eða stofnana vinnustaða leikskóla, sama hvort það eru opinberar stofnanir eða fyrirtæki, af því að ég fór inn á viðskiptaráðsþing og þar var verið að gagnrýna hið opinbera fyrir að vera allt líkjandi en á sama tíma var verið að gagnrýna hið opinbera fyrir að útvega ekki þjónustuna. Ég bauð bara upp í dans og svo komið og talið við okkur og það skilaði alls konar árangri en þau, ég býð bara eftir því að þessi fyrirtæki opni leikskóla í sveitarfélögum þar sem hlustað á þau. Já, ég meina Alvotech boðaði að þau ætlaðu að opna 3 leikskóla, hver þeirra yrði 100 barna á næstu árum og ég meina hlautur bara vera Ásdís og Rósa og Almar séu bara pick me, sko. Já. Þannig að ég sammála því og það hefur alltaf verið okkar stefna, við viljum bjóða fjölbreyttar lausnir í þessum leikskóla og daggæslumálum og það ekki þannig að ein lausn hendi öllum. Og það verður að vera eitthvað úrræði sem að fólki býðst eftir að fæðingarorlofi lýkur og hvort sem það leikskóli á vegum borgarinnar eða einkarekin leikskóli,
dagforeldri, daggæsla á vinnustað, fyrirtækja, leikskóli, heimgreiðslur jafnvel, sem getur hendað einhverjum í einhvern ákveðin tíma. Það sé þessi sveigjanleiki og þetta frelsi fyrir fólk að ákveða hvernig það ætlar að haga sínu lífi í kjölfar barneigna og það sé ekki borgin sem ákveður einhvern veginn hvað fólki fyrir bestu. Og ég sko alveg sérlega kátt með daggæsluna sem opnaði Arion því að það var búið að vera svona áralangt baráttumál mitt daggæsla á vinnustað og fannst ánægilegt þegar það komst á koppinn og ég vona að fleiri fá að fylgja í þeirra fótspor en þegar þessi 5 flokka meirihluti myndaður að þá var nú eitt af svona fyrstu málunum líka sem við settum á dagskrá við sjálfstæðismenn var einmitt að ákveðnum reglum yrði breytt til þess að svona opna fyrir heimildir fyrir daggæslu á vinnustöðum og svona fyrirtækja leikskóla. Við vildum aðeins fá þær til að sýna á spilin. Hvar standið þið í þessum málum? Ætlið þið að halda áfram með þessi verkefni eða ætlið þið að klippa á þau og þær voru alveg skýrar með að það var bara klippt á þetta. Já. Nei, borgin hefur því miður ekki hort á ungt fólk. Þá er ég að tala fólk sem að hefja sinn búskap, byrja með starta fjölskyldu, eignast börn, koma sér fyrir og veðja á Reykjavík sem framtíðar dvalarstað. Við höfum ekki sinnt þeim nægilega vel. Þegar kemur á húsnæði, þú veist, þetta, og ég meina það náttúrulega utan að komandi aðstæðu líka, ég meina vaxtaumhverfi og allt það, en það erfitt að kaupa sér húsnæði, það erfitt að fá leikskólapláss. Við erum að gera þeim erfitt fyrir þegar þau loksins fá leikskólapláss að þau þurfa að fá það kannski í öðru hverfi en þau búa í og þetta bara ekki nægilega gott. Nei. Við verðum að fókusera á þennan hóp og skilgreina þarfirnar hans og mæta þeim. Heimgreiðslur eru eitt sem við í Framsókn börðumst fyrir núna á þessu kjörtímabili mættum algjörri andstöðu. Algjörri andstöðu. Komum því ekki í gegn, við töluðum fyrir þessu í borgarstjórn, í opinberri umræðu, við náðum þessu ekki í gegnum innan meirihluta, vegna þess að Samfylkingin var algjörlega á móti því. En þú tala ytri þætti, þú tala ungt fólk kemst ekki húsnæðismarkað og annað, Samfylkingin ber bara hellingsábyrgð á því. Þetta þéttingastefna þeirra, húsnæðistin langstærsti parturinn Skortstefna Samfylkingarinnar hefur auðvitað heilmikil áhrif á hversu lítið hefur verið byggt. Og svo horfum við líka á bara hvernig þið hafa staðið að skólamálum, hvernig þið hafa staðið að leikskólamálum. Þau hafa þetta huga bara mjög illa að í rauninni einingunni sem fjölskyldan og þess vegna sér maður og ég vissum að þið þekkið dæmi í ykkar umhverfi, ég þekki mörg í mínu umhverfi að fólk hreinlega flytur úr höfuðborginni þegar það eignast börn af því þá auðveldara með að fá leikskólapláss í Garðabæ eða Kópavogi eða eitthvað og fólk sem vill alls ekki flytja úr borginni og segir ég mun koma aftur seinna en þegar þú ert búin að koma fyrir með börn á einhverjum stað þá ólíklegt að þú farir aftur af því að það bara flókið sko. Þannig að það svona illa hugsað þetta svona hryggjastykki í samfélaginu sem fjölskyldan sem í rauninni hotsteinninn og kjarnin í því sem allt hringsnýst og mér finnst vanta meiri fókus á það. Einar, kannski bara til að slúta þessar umræðu sko því að það nú Snorri Másson mikið múin að tala fæðingartíðni í Íslandi, hún fer lækkandi og það mikið ágjarni. Við erum að standa okkur vel. Það var að rósa ykkur. Nei, en ég ætla, þú veist, á sama tíma að þá örugglega bara ungt fólk í Reykjavík bara með kvíðan út að eignast barn, sjáandi þetta ástand. Já, og sko, við verðum að vera, eitt að tala leikskóla vandan. Ég meina, við erum með algjört, við erum með mikið vanda í sumum hverfum. Öðrum hverfum kannski bara staðan á pari við það sem best í nágrannasveitarfélögunum. Ég meina, þú veist, ef við myndum brjóta þetta niður af því að Reykjavík það stór að þá bara sum hverfi eru í krísu ástandi, önnur hverfi eru bara í ágætis jafnvægi. Þannig að ég meina Garðabær lenti í því að byggja Urriðaholtið og bjóstu í því að fá aðeins eldra efna meira fólk þarna inn, dýrar íbúður og glæsilegar. Svo var bara lágvaxta tíð á þeim tíma þegar íbúðuna fór í sölu og það flutti bara inn fullt af barnafólki og heilu fjölskyldunar með mörg börn og þá vantaði leikskóla og þá gerði það verkum að þá þarf að fjárfesta í þeim og það þarf að taka lán og Garðabær sem alla jafna er bara mjög vel rekinn og hann vel rekinn bær en þá sjáum við bara veltu fyrir frá rekstri verður í núllið. Þú veist, það bara þurrkast upp allir sjóðir af því að bærin að nota sín styrk til þess að fjárfesta fyrir grunninnviðum
gera það vel en mér langaði bara að benda á það að þegar borgir og sveitafélög að vaksa og vaksa hratt eins og Reykjavík hefur gert og reyndar allt höfuðborgarsvæði, þá reynir það rosalega á fjárfestinga getur sveitafélagana og það eru þolmörk fyrir því hvað sveitafélögin geta byggt mikið af húsnæði af því að innviðinni verða að fylgja. Þannig að þú veist, leið og ég segi byggjum, ryðjum land og byggjum ný hverfi, ég meina við verðum líka að eiga fyrir innviðunum og þess vegna held ég að og þar ég var að minnast á Harald Líndal áðan, hann sagði sveitafélögin eigi ekkert fyrir þessu sem að verið að segja við þau að þau eigi að gera. Ef við ætlum að mæta væntingum og þörfum þjóðfélagsins, samfélagsins alls húsnæðisuppbyggingu, þá væri kannski ágætis byrjun ef að ríkið færi í það samtal við sveitafélögin að segja, herru, við afléttum virðisaukaskatti af framkvæmdum sem að snúa að lögbundinu þjónustu, grunnskólamannvirkjum, bara alls konar innviða uppbyggingu. Af hverju á sveitafélögin að borga til ríkisins virðisaukaskatt af leikskóla mannvirki? Þetta tónvillisa. Bara þannig að við hjálpumst aðeins við að byggja upp þessa innviði fyrir nýhverfi, þannig að sveitafélögin þori að fara í þau, hraðar. En steypi sér ekki bara í einhverjar svaðalega skuldir á erfiðum hávaxta mörkuðum og allt eins og við þekkjum. Þannig að þú veist, þetta brás, en þetta alveg hægt, en það þarf líka aðeins nýjar hugmyndir og samvinnu á milli bæði náttúrulega sveitafélaga en líka stjórnvalda. En svo það aðeins þannig, ég fæ rétt að nýta aftan við í tilfelli borgarinnar, að þegar hún byggir skólahúsnæði, að þá hefur hún oft valið að gera það með einn stýrum hætti og mögulegt og það eitthvað sem við sjáum til að mynda, hvað var það, Brákaborg sem er farin að kosta á 3 milljarð, við sáum algjörlega galið mál og við sáum líka að það var útboð vegna miðborgarleikskóla sem átti að rísa og það átti að vera eitthvað ægilegt prjáli kringu það og það var líka hátt í 3 milljarðar sem að það hefði átti að kosta, þannig að og við sáum það reyndar í skýrslu innri endurskoðunar Brákaborg. Og þar var sérstaklega nefnt að það sem að borgin gerir gjarnan hún byrjar hönnunarferlið og fær einhverja glæsilega teikningu og þá bara að hugsa, ok, og hvað mun þetta kosta? Í stað þess að ákveða fyrirfram, þetta er budgetið, hann út frá því. Þannig að þetta er svona líka ákveðin vandi og það innvið uppbygging hefur verið dýr af því að þetta er gert með þessum hætti og það sem að við sjáum líka bara af tölum ef við rýnum í skólakerfið og berum saman við önnur OECD-lönd að þá erum við að eyða rosalega miklu í umbúðirnar en litlu í innihaldið og við erum með eitt dýrasta skólakerfið innan OECD en erum að skila hvað lögustum árangri en peningarnir eru að fara í umbúðir. Bara svona dæmi þetta að því að Brákaborg er ekki eina dæmið sú skýrsla, hún er opinber og hún er ótrúleg að lesa kæruleysið. Og hvað fólk til að lesa hana? Já, ég meina ef það vill deprimerisjón á Sundlaugarbakkanum gjörðu þið svo vel en þeir eiginlega alveg gjörsamlega galið og vítavert hvernig var farið með opinbert fé og hvernig þessum mál hvernig var haldið utanum þau en þetta er bara eitt dæmi tilraunamennskuna sem borgin er í og hefur verið í á undanförnum kjörtímabilum af því að þau hafa verið með alls konar svona verkefni þú veist, það á náttúrulega að leysa loftslagsvandann bara í Reykjavíkurborg einn og sér Fyrsta borg í heiminum. Já, og ég menna flott að vera með það markmið á blaði að vera kolefnishlutlaus og allt það, við erum bara með endurnýjanlega orkugjafa bara á Íslandi og við erum stöndum okkur í grunninn frábærlega og fínt, ekki ætla ég að vera eitthvað að hnýta í þetta en þetta endar í einhverju hugmynd hjá pólitíkusum að segja, prófum að byggja hús sem er ónýtt, byggja leikskóla í ónýttu húsi og það endar eins og það endaði. Síðan hefur það verið sérstök áhersla að þegar við erum að byggja húsnæði fyrir fatlað fólk, búsetukjarna þá eru þeir byggðir, þá er krafa lægra kolefnisfótspor og þá var verið að opna einn var reynda glæsilegt hús ég man ekki alveg hvað götu það stendur en fallegt hús og en það var miklu dýrara en það þurfti að vera bara vegna þess að krafan var að það yrði úr einhverjum afgöngum, einhverjum flísaafgöngum og alls konar svona einhver tilraunastarfsemi
og klæðningin einhvern veginn og svona hringrásar hagkerfið tekið einhvern veginn og þá verið að búa til svona pósterhús fyrir hringrásar hagkerfið. Gott og vel, allt saman frábært og fínt markmið, en var einhver sem býr þarna að biðja þetta? Það eru biðlistar eftir húsnæði fyrir fatlað fólk og það er fatlað fólk sem hefur biðið árum saman eftir húsnæði. Og meðan eru þessi stjórnmálamenn að leika sér að því að lengja hönnunartíman, hönnunarferlið, fá eitthvað svona hringrásar arkitekt inn í málið, eða ómæltum tími í það að safna einhverjum aðföngum frá húsasmiðinu og hinum og þessum til þess að vera með efni við í eitthvað svona hús og svo kostar þetta þriðjungi meira. Lengri framkvæmdatími og meiri kostnaður og svo þetta að opna með pomp og prakt. Gott og vel, ég samgleðst innilega með íbúanum þarna sem eru búin að bíða lengi eftir því að fara í sjálfstæða búsetu. En ég hugsa hina sem bíða og ég hugsa þá sem þá fjármuni sem fóru í þetta sem hefðu getað nýst í næsta búsetukjarna. Svona mentalitet sem kjörin fulltrúi sem treyst fyrir verkefnum sem eins og byggja íbúðir fyrir fatlað fólk og fara vel með skattfé, ég næ ekki utan þetta. Dagur sagði já, aldrei hætt að þora, gott og vel. Gerðu það on your own money. Þetta er ekki pólitík sem ég tengi við. Nei. Og við verðum að vinda ofan að þessu. Fá að grípa hennar bolt á lofti. Þetta var líka mic drop dæmi Aldrei hægt að þora King dæmi. Já, en nú eru þetta hins eginn dagar helgina og mikil mannmerði í bænum. Já. Þá gott að vera með dænátt við hendina og sjá hvað laust á veitingastöðum bæjarins. Já, líklega stappa alls þar. En getur bara að segja þetta. Já. Ég hitti Ingutinn í dag. Það er svolítið. Skemmtileg. Já, maður laumaðist inn á veitingastað sem að ég gæti bara séð hvað var laust. Það var dænátt. Já, sniður eftir. En já, koma því næsti liður í búið dænátt og í raun og veru Eiríks Bergmanns, stjórnmálasérfræðings, Einar plottar yfir sig. Ef við förum aðeins yfir Takk, Eiríkur. Já, yfir þá atburði. Ég hitti hann í Sundi. Já. Og hann var mjög vandræðilegur. Er það? Já, hann skammaði síðan fyrir þetta. Einar plottar yfir sig. Það er nafnið á bókinni. Það voru stór orð. Ef við förum aðeins yfir þá atburði sem að leiddu að þessu öllu saman byrjun árs. En að þú slítur þá borgarmeirihlutanum milli Framsóknar, Viðreisnar, Samfylkingarinnar, Sósíalistaflokksins og Pírata. Byrjum bara því, hvað var kortin sem fyllti mælinn? Eða? Ég held að það, þetta springur nú nánast bara á borgarstundafundi þarna vikun áður. Við komum með svolítið erfiða tillögu. Eftirminnilegu fundur. Fannst þú orkuna, Hildur það? Mér láta bara... Já, maður skynjaði alveg að það var eitthvað í gangi, þannig að maður laumaði neitt erfiðri tillögu. Já, nei, ég manna, Hvaða tillaga var það, sorry, ef þið segir hlustandi frá því? Það var eitthvað með flugvöldin og eitthvað, og gott og vel, allt svona á sér langan aðdraganda. Og við höfum verið í miklum greiningum á fjárhagsmálunum og ég hef viljað ráðast í ákveðnar skipulagsbreytingar á grundvelli skýrslu sem við létum vinna og illa tekið í það af hálfu samstarfsflokkana. Síðan er þarna umræða um flugvöllin sem er í grunninn bara skipulagsmál að það sé, hann sé festur í aðalskipulagi lengra fram í tíman vegna þess að rauðsí að hann er ekki að fara neitt. Vegna þess að það er engin annar flugvöllur sem getur leyst hann af hólmi. Gott og vel. Síðan er bara þarna umræða og ég er að lýsa því að mér þykir eðlilegt að fara í uppbyggingu annar staðar, meðal annars á Geldinganesi. Vegna þess að flugvöllurinn er aðeins inn í framtíðina svæði sem að þarf að leysa hann af hólmi ef að þá ekki að byggja í Vatnsmýrinni þá þarf að byggja eitthvað staðar annar staðar og ég nefndi Geldinganesið og það verður þarna mikið uppnám og þetta var kannski svona upphafið að endinum ég er einfaldlega bara setið ykkur í þessi spór viðkvæmnin við því að nefna það
að það megi byggja á Geldinganesi af því að það er augljós þörf fyrir auki land undir húsnæðisuppbyggingu framkallaði þannig viðbrögð hjá samfylkingunni að það var bara sagt svona talar ekki borgarstjórinn okkar. Nei. Skilurðu? Þarna var bara fólk ég hefði getað labbað þarna út og sagt meiri hlutin er sprungin. En þetta vissirðu samt áður en fórst í samstarf með þeim ekki? Já, maður hefði haldið samt sem áður að á grundvelli gagna eftir bara vinnan sem hafði verið lögð á borðið að hún myndi leiða það í ljós að við þyrftum að gera eitthvað meira. Sko, þú veist, þetta eru skipulagsmálin, þetta eru fjárhagsmálin og svona, þetta fer bara í hnút og við í Framsókn, við förum bara yfir borðið og segjum, hvað er það sem við teljum að þurfa að gera núna út þetta kjörtímabil og það sem við töluðum fyrir kosningar að þyrfti að gerast á þessu kjörtímabili. Ef við teljum okkur ekki fært að ná þessu fram, þá er bara betra að leggja allt undir að því að trúnaður okkur er fyrst og fremst kjósendur, ekki samstarfsflokka. Við erum með umboð frá kjósendum. Við sögðumst að ætla að reyna að gera þetta og þetta og þetta og ef við sjáum fram á það að það mun ekki takast, þá verðum við bara að leggja allt undir. Það var það sem við gerðum og svo fór sem fór og nú er ég búin að reyna að mynda meirihluta tvisvarsinnum á þessu kjörtímabili frá miðju til hægri eftir síðustu kosningar þá voru flokkar sem að útilokuðu það að vinna með sjálfstæðisflokki og þá voru við læst inn í meirihluta með þessum flokkum. Sko fyrra skiptið, þá voru þið tvö og hvaða flokkar líka? Já, það var útsýð með það strax í raun og veru vegna þess að aðrir flokkar bara lokuðu á sjálfstæðisflokkin og það er barnalegt að gera það í pólitík af því að þetta á að snúast málefni. Það er stærsti flokkurinn? Já, og bara þetta á að snúast málefnin. En slíkt samtal fór aldrei á stað því að flokkar bara lokuðu. Lokuðu Viðreisn á líka? Já, þau gerðu það. Þannig að við litum á þetta að reyna núna á endanum þá gekk það ekki og kjósendur þurfa að sitja uppi með þennan 5 flokka vinstri meirihluta út kjörtímabilið en það góðu fréttirnar eru það að það styttist í kosningar og þá er hægt að kjósa flokka sem að geta myndað meirihluta frá miðju til hægri og ég er alveg hreinskilinn með það. Ég held að það sé rétta leiðin og kjósendur Framsóknar í síðustu kosningum þurfa að vita það að við lögðum allt undir til þess að mæta væntingu þeirra en svona fór þetta. Já, sko, mér langar að áður ekki að hildi aðeins, sko, þessir atburðir. Ég verð enda bara hvetja hlustendur til að taka viðtalið við Einar á Sprengisandi sem er þarna í þessari miðri hringrás. Mjög gott viðtal, Kristján góður og þú ágætur. Ágætur er bestur. Ég er best. Já. Nei, þið eru í þessu meirihluta vera. Þið 2 Viðreisn flokkur fólksins og hver er 5. flokkur sem er að gleyma? Við vorum 4 flokkar. Já, sorry. Og svo bara allt í henni hvað heitir, systir Sigurðar Þórðarsonar, hvað heitir hún? Helga afsakið. Hún segir, ég þarf að taka símtal. Svo mætur hún aftur í fundarherbergi og segir, gleymi hugmyndinni. Var þetta ekki sirka svona það? Inga Sæland að hringja? Já, sko, núna veit maður kannski aðeins staldra við að því að Þetta er fiskisagan. Já, sko, við þurfum náttúrulega líka einhvern veginn að mynda meirihluta síðar og þetta er líka við erum þarna inn í einhverju trúnaðar umhverfi þar sem að ég hef ekkert verið að tjá mig neitt ítarlega atburðarásin í þessu en í það minnst að þá fer eitthvað í gang hjá flokki fólksins og það endar svona og þau verða bara að svara fyrir það gagnvart sínum kjósendum hvers vegna þau í 5 flokka meirihluta sko engar
þeirra áherslna sem að þau hafa talað fyrir allt kjörtímabilið. Eins og hvað? Já, ég meina þau töluðu húsnæðisuppbyggingu og Helga Þórðardóttir, þessi mætakona, mætir þarna á blaðamannafund eftir að þau veifa þessu þunna plaggi sínu og segir við erum að fara að byggja 10.000 íbúðir í Úlfarsárdal. Veistu það, strax í kjölfarið kemur borgarstjórinn og segir já, það á að gerast á svona 20, 30, 40 árum. Já. Og stakk hana, Heiða Björg Hilmisdóttir, stingur þarna Helgu Þórðardóttur og Ingu Sæland og Ragnar Þór í bakið, í beinni útsendingu, 10 mínútum eftir þau byrja blaðamannafundin. Ég hef aldrei séð annað eins aðraðins framkomu. Já. Við erum með húsnæðismálar ráðherrann. Einmitt. Ingu Sæland er hún sátt við það að borgarstjórinn hafi sagt Heiða Björg Hilmisdóttir samfylkingakona sem með þeim í ríkjastjórn, samfylkingin þetta á að gerast á 20, 30, 40 árum. Já. Ég meina þau voru bara tekin í bólinu, kjósendur þeirra hljóta að hlæja þeim fyrir að láta plata sig í þetta að í einhverju hræðslu panikki við Kristrúnu Frostadóttur eða hvert sem það var. Já. Í alvöru. Já. Þau eru kosin í borginni, sko. Rétt, þetta allt annað dæmi. Hildur, voruð þið komin eitthvað vegi sem, hvað ætluðu þið að fara að gera? Þetta hefði náðu að kokka þetta saman. Þetta er nefnilega, þetta er svo ótrúlega áhugaverð atburðarás og aðdragandi og dagar í kringum þetta fyrir og eftir. Og ég lofaði sjálfur mér að setjast niður og skrifa þetta allt niður. Ég er ekki ennþá búin að því. En það er svo ótrúlega margir geggjaði dítali. Ég átti til dæmis fund með einum kollega mínum þegar ég held þetta væri að fara að gerast og ég baði hann að hitta mig og ég sótt hann á okkur listasynningu niður í bæ og lagði bílinn fyrir utan Hallgrímskirkju og svo allt í hennu byrja að ljósa sig á Hallgrímskirkju. Þetta var alveg sturlað, eins og maður í kvikmynd, sko. Þannig að þetta var ótrúlegir atburðir og við vorum alveg farin að skynja titring í meirihlutanum og það var alveg byrjað eitthvað hvísl í ráðhúsinu og bara margir skynjuðu að það var eitthvað í loftinu og þegar svoleiðis og þegar maður er í pólitík þá leikur maður sér auðvitað að því að maður var löngu búin að átta sig á hvar klofningsmálin voru í þessum meirihluta þannig að maður svona leik sér að því að svona leggja þau reglulega fram og gera þeim svolítið erfitt fyrir, það var uppbygging í Geldinganesi og eitthvað svona. Já, þetta var bara skák og erum við ekki í svona skákþætti. Jú, rétt. Jú, hérna var hún spiluð. Og það fór sem fór og ég heldur reyndar að Einar hafi bara tekið rétta ákvörðun að fara út úr þessu. Það var alveg ljóst að hann gat ekki náð árangri með svona þau mál sem hann hafði lofað sínum kjósendum í þessu meirihluta. Og ég er sammálunum í því að það væri langheillavænilegast eftir næstu kosningar að mynda meirihluta frá miðju til hægri. Það er svona eina mynstrið sem ég sé sem að getur raunverulega tekið stórar ákvarðanir í átt að breytingum hérna í borginni og snúi við svona ákveðinni, hvað ég segja, bara vondri stefnu sem ég hefur verið við líði lengi. Maður spyrir einu, Hildur, maður spyrir einu bara að því að þú talar þessi glærusjó frá degi fyrir 10-20 ára síðan. Er ekki, og segjum að þið að tekið við, segjum bara að takið við eftir næsta kosningar, er ekki of seint að hverfa frá þessari stefn, er ekki komin í smá damage control, bara sá sem að teku við næsta borgarmeirihluta? Auðvitað erum við að einhverju leyti bundin að einhverju skipulagi, það einhverjum lóðum og heimildum sem hafa verið veittar og seldar og annað, en annað ekki. Og svo er það auðvitað líka þannig að sumir hafa kvartað undan segjum hlíðarenda hverfinu, að það sé ekki nógu gott. Margt af þessu má þetta alveg laga. Það má alveg grípa til einhverja aðgerða til að gera hverfi líka betri. Þannig að ég held við þurfum bara eins að horfa á hvernig getum við damage controlað og þetta er eitthvað sem þarf bara svolítið að kortleggja. En þar sem að við erum að horfa á bara alveg ný hverfi, ný svæði þá þurfum við að vanda mjög til verka. En þú spurðir, við vorum komin áleiðis í þessum viðræðum. Þetta voru stuttarviðræður, við höfum kallað þetta stundum liftursóknina. En það var ég hafði svona tilfinningunni, ég vissi á þessa daga að það yrði eitthvað meirihlutafundur oddvitanna í meirihlutanum á laugadegi og ég svona hafði grunnsemdur kannski springur þetta þá en svo springur þetta á föstudegi fyrr. Já, og það sem að ég held að hafi kannski, og Einar veit miklu meir það heldur en ég, en það sem mig grunaði að hafi kannski haft eitthvað áhrif var að þarna voru fjölmiðlar farnar að byrta fréttur Einar og Hildur eru byrjuð að mynda meirihluta, það var orðrómur komin raunverulega að Heiða væri byrjuð að mynda 5 flokka vinstri meirihlutan sem var síðan til
Þannig að það svona kannski, ég veit það ekki, hraðaði eitthvað atburðarásinni, en ég bara út að borða með fjölskyldunni, föstudagspítsu, ég ætla ekki að segja hvar, það er ekki styrktaraðilin, Neo, segjum það bara, og þegar að allt í einu fæ ég SMS frá Einari, þetta sprungið og svo bara hann bara í beinni útsendingu bara 1 mínútu síðar sko á RÚV. Þannig að þetta gerist allt mjög hratt og óvænt. En þegar við hittumst, við förum strax öll niður í Ráðhús, ég, Einar, Þórdís Lóa og Helga Þórðardóttir og hefjum viðræður og það var mikill samhljómur. Og ég man ekki eftir að það hefði komið neitt mál sem að nokkuru borðu var ekki, nei, þetta gengur ekki. Það var bara rosalega mikill samhljómur. Okay. Og málið að flokkur fólksins í borginni hefur verið gjörólíkur flokki fólksins á þingi. Já. Og frá því ég byrja þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, sem nú er þingmaður, verið oddviti flokks fólksins í borginni. Hún var þarna nýfarin á þing og hún var áður í sjálfstæðisflokknum og svona keimlíkar skoðanir við og voru bara rosa með mjög líkan málflutning og málflutningur okkar var. Þannig að við höfum alltaf talið að einhvern tímann ef við færum með meiri hluta þá væri hún einn af samherjónum. Sko. Þannig já, það var mikill samhljómar við borðið og við hittumst aftur á mótni laugardags og samtalið heldur áfram og svo allt í einu bara gerist eitthvað. Og ég svona hef nokkuð sterkar heimildir fyrir því að forsætisráðherra hafi stigið aðeins inn í atburðarásina. Og við heyrt að ríkisstjórnarsamstarfið væri hreinlega undir ef þetta myndi gerast. Þannig að en það fór sem fór og ég auðvitað algjörlega þeirra skoðunar að það var ekki gott fyrir Reykvíkinga eða Reykjavík að fá þennan meiri hluta og ég óttast tjónið sem hægt að vinna þó það sé bara 1 ár rúmlega en sem betur fyrir stuttukostninga og ég vona að það hefur runnið upp fyrir borgarbúum að við þurfum annars konar minnstur til að stýra höfuðborginni. Eina til að slúta þessu bara ef þessar heimildir hjá Hildi eru réttar að forsætisráðherra sé að skipta sér af þessu, er það gott? Sko ég er í grunninn bara löngu hættur að hugsa þetta. Já. Sko hvað hefði getað verið og svona, ég meina ég er bara samfærum það að ef við hefðum náða að mynda en að meiri hluta þá væri Reykjavíkurborg á betri leið og ég held að það hefði verið frábært fyrir borgarbúa að sjá hvað hægt er að áorka miklu þegar það eru flokkar sem eru tiltölulega svona pólitískt nær hvor öðrum heldur en þessi meiri hluti meiri segja þessi 5 flokka meiri hluti núna er svo krusk og í alls konar málum mikilvægt að það sé svona einhver hugmyndafræðileg tenging á milli þessara flokka þeir séu ekki of langt frá hvor öðrum og það er hægt að áorka ansi miklu ef það er þessi flokkar eru samstiltir og samstíga en sko hvort að Kristrún skipti sér af þessu eða Þorgerður eða ekki það bara skiptir engu máli í dag. Nei. Kjósendur þurfa hins vegar bara að vita það að það þarf að gefa Samfylkingunni frí það er mikilvægt að Píratar fá líka frí og sko, þú veist, þetta er bara þessi stefna sem að þessir flokkar kannski sérstaklega og hafa praktiserað er óseg gengin og ég segi þetta með fullir virðingu fyrir því ágæta fólki sem að ég hef verið að vinna með því að í grunninn, þú veist, þá þekkist við öll og erum ágætis vinir og kunningjar en á endanum er þetta samt ákvarðanir og forgangsröðun og stefna og þá er það kjósendur sem að skipta mestu máli og íbúðarnir í borginni sem er rétt á því að við svörum þeirra væntingum og það verður ekki gert í samstarfi við þessa flokka. Eins og ég les pólitísku stöðuna í dag og eins og ég heyri samtalið og þegar ég tala við íbúa sko, ég meina fólk vill breytingar og það þarf að knýja þær fram í næstu kosningum og við bara, ég meina það var frábært að vera borgarstjóri og ég og það var ekki sko, ég meina fyrir mig hefði kannski bara verið auðveldast að halda áfram og vona bara það besta nei alvöru, þetta er frábært gig þú ert með æðislega skrifstofu og bílstjóra og fín laun og bara þú veist þetta hefur verið svona einhver rós í hnappagatið og eitthvað en mér fannst bara
þú veist, ég alveg upp í fjölmiðlum og þá var það bara trúnaði við áhorfandan sem skiptir máli, svo fer maður í pólitík og þá var það trúnaði við kjósandan og þú sért að vinna af heilindum og gera það sem að þú sagðist alltaf að gera og það að vera í þeirri stöðu, loka þér inn í meirihluta, það sem þú getur ekki gert það sem þú sagðist alltaf að gera. Nei. Þá verður maður bara stíga í burtu, þá verður maður að gera allt sem maður getur til að koma sér út úr því og mynda nýjan meirihluta eða þá bara fara í minnihluta. Og kannski var það bara lærdómurinn að fyrst þetta tókst ekki í byrjun með þessum aðilum þá hefðu kannski bara að fara í minnihluta strax í byrjun og láta bara aðra þetta. En hann svaraði spurningar minni. En einhver þurfti að mynda meirihluta þarna á þessum tíma og svo fór sem fór en við höldum bara ótrúið áfram. Það komið að næst síðasta liðnum fyrir síðan rittara. Já, það var hellinga aðsendum sem þökkum ykkur kærlega fyrir, kæra hlustendur. Nú að þeim, en það eru þetta hard rock og það happy hour, það alla daga milli 16 og 18. Það þetta rosalegt, líka lögutum og sundu. Já, og svo þetta náttúrulega bara á og föstudag. Mögulega bara bestasta borgarar og því við erum að gera tala með þetta ekki nægilega miðsvæði, sko. Umtalsefni, einhver tala það, ég ósammála því. Og hamborgarnir þarna þrælgóðir. Hard rock líklega eina ástæðan fyrir færi í Reykjavík, sko. Koktelarnir ekki síðri. Nei. Eru góðir? Hvað? Þvæluli. Já. Svo það Sjöstrand kaffi góða, þeir eru þetta að rúlla út nýjum bragðtegundum núna. Hvernig kaffi í Ráðhúsinu? Það eru Sjöstrand. Þetta alvöru. Sjöstrand. Ég potti þetta að fara með ranga framfyrir þetta. Eitthvað sænst kaffi? Sænst kaffi, já. Hefur ekki smakkað þetta? Nei. Drekkur ekki kaffi í Ráðhúsinu? Þú veist, ég meina þetta kannski ekki beinlegins það sem að Svíar eru þekktasti fyrir, kaffi. Nei. Þú veist, kólumbíst og... Það eru gríðarlega fallegar kaffivélar. Mikið stóð og stás. Já. Hildur veit hvað hann að gera, sko. Já, ég meina, þú veist, bara fínt. Ég, kannski ég prófi þetta bara. Já, ég held að þetta að gera það, já. Nei, en ég gefið svona. Hvað gaman að heyra þetta. 50% afslátt með katt. Já. Ef Hildur hefur gefið þetta, þá er þetta eitthvað sem maður á að gefa. En við erum komin í samgöngumálin. Spennið beltin mikið rétt. Sko, Hildur, Sjálfstæðisflokknum tókst að vera á móti samgöngusáttmálunum sem undirritaður var fyrir ári síðan líklega, ef við segja gleymt nefnmónu að nær allir bæjarstjórar nærliggjandi sveitarfélaga séu úr Sjálfstæðisflokknum. Sko, hvernig náum við sem flestum úr einkabílnum og í almenningssamgöngur? Sko, þessi samgöngusáttmáli eru þetta í grunninn gríðarlega mikilvægur vegna þess að þarna erum við í fyrsta sinn í lengri tíma að fá inn alvöru fjármagn í fjárfestingu í samgöngu innviðum hér á höfuðborgarsvæðinu og það er bara eitthvað sem hefur vantað og hér er bara gríðarleg innviðaskuld í samgöngum á þessu svæði þar sem flestir búa og flestir starfa. Þannig það er mjög jákvætt og mér hefur alveg þótt skrítið að heyra suma stjórnmálamenn fá alveg brjálæðiskast yfir hvað þetta er mikill peningur. Þegar við erum loksins, sko, þegar við höfum séð þú sagði það gríðarlegu fjármagn hefur verið varið í kannski jargöng fyrir lítil samfélög út á landi eða eitthvað slíkt en minna fjármagn verið varið hingað á þetta stærsta svæði þannig að ég fagna því að ríkið tekið þátt í þessu með okkur með þessum hætti. Við höfum verið eins og þegar að þessi endurskoðaði sáttmáli kynntur til leiks síðastliðið haust að þá erum við ekki síst ósamála kannski forgangsröðuninni sem birtist þar fyrir Reykjavík. Þetta eru mörg og verkefni og við höfum við skiljum vel og sýnum því stuðning að félagar okkur í nágrannasveitarfélögum þeir fá sinn verkefnalista inn í sáttmálan. Við höfum til dæmis vilja sjá gatnamótin við Sprengisand bústaðavegsgatnamótin eins og stundum köllu, við höfum viljað sjá þau framar í forgangsröðuninni, Miklubrautagöngin líka sem að ég er endur alltaf fagna að verði göng vegna þess að það mun hafa minna raski för með sér fyrir umferðina á framkvæmda tíma. Ég er spennt fyrir jarðgöngum á höfuðborgarsvæðinu og ég gleðst yfir því að þarna séum að stíga fyrsta skrefið í jarðgangagerð á höfuðborgarsvæðinu. Það verður nú er líka verið að rýna hvort að Sundabraut eigi að vera brú eða göng og ég myndi vilja að við færum í frekari athugun á möguleikum á jarðgangagerð á þessu svæði. Verðum við ekki hætt í athugum með þessu Sundabraut, ég er búin að heyra Sundabraut síðan 5 ára. Ég held að hún sé búin að umræðinu síðan áður en ég fæddist, Handa við hóðnið. Já, en þetta hún er alltaf handa við hóðnið, Þannig að
Já, þannig að við höfum verið svona mörguleiti ósátt við forgangsröðunina. Borgin hefur sett mjög mikla pressu á að hafa borgarlínu í algjörum forgangi og hún sé fyrsta verkefnið sem að klárast fyrst og hitt sé svona svolítið til hliðar og maður sér alveg af áherslum borgarinnar í samanburði við nágrannasveitarfélögin hvernig borgarmeirihlutin sem Samfylking hefur stýrt yfir lengri tíma forgangsraðar svolítið samgöngu verkefnum. Hafandi sagt að, jú, það eru þetta þannig að bílum hérna í borginni hefur fjölgað meira en fólki á síðustu árum. Það er bara þannig. Og við erum að horfa hérna fram á gríðarlega fólksfjölgun sem er spáð hér á næstu árum og áratugum á höfuðborgarsvæðinu og samgöngukerfið okkar eru þetta algjörlega komið á þolmörkum og við munum ekki þola það að hér komi einn bíll á hvern íbúa sem bætist við höfuðborgarsvæði á næstu áratugum. Eitthvað þurfum við að gera. Það sem að verkefni felur í sér sem að margir kannski átta sig ekki á er að það á í rauninni ekki að það mun ekki fækka bílum en það mun gera að verkum, þeir mun halda áfram að fjölga en þá er reyna að láta þeim fjölga hægar, fjölga minna. Þannig að áfram verða langflestir sem ferðast á bíl, það er bara veruleikinn, en við reynum að vinna því marki að fleiri ferðist með almenningssamgöngum. Og mér finnst það bara gott markmið. Mér finnst hins vegar stórt pólitískt afrek að láta bættar almenningssamgöngur að gera þær einhverju stærsta bitbeini í íslenskri pólitík á síðustu áratugum. Því þegar maður tala við fólk og maður spyr ef við ekki að bæta almenningssamgöngur, bara fleiri forgangsakreinar og tíðari ferðir og rammaksvagnar, kannski sjálfkeyrandi og uppbyttuð skýli og hvað þetta allt er. Það flest er bara flott, let's go. En einhvern veginn hefur tekist að gera borgarlínuverkefnið svona ótrúlega heitt og umdeilt verkefni. Og ég held að það sé þörf á einhverjum breytingum á því verkefni. Ég hef til dæmis nefnt Suðurlandsbrautina oft í þeim efnum að þar er hugmyndin að taka 2 akreinar af almennri umferð og leggja undir borgarlínu. Það er gríðarleg umferð sem fer þarna á degi hverjum og mér finnst þetta bara að vera svona, eiturpilla inn í umræðu. Þetta er algjör óþarfi. Það er hægt að bæta bara við akreinu fyrir borgarlínu á þessu svæði og mér finnst stundum eins og það hafi stjórnmálamenn eða samfylkingin hafi jafnvel reynt að gera verkefnið umdeilt. Að þau séu að reyna að búa til ágreining og þessar 2 ólíku menningar heima og það hendi þeim einhvern veginn pólitískt. Ég vil miklu frekar að við reynum að leiða málið í jörð og skapa sátt þessi samgönguverkefni sem við erum að fara í til framtíðar að því í grunninn þá held ég að við séum flest svona nokkurn veginn sammála ef við gerum þetta skynsamlega. Þannig ég held að við þurfum að fara í einhverjar breytingar á borgarlínuverkefninu, gera það þannig úr garði að það er skynsamlegt og hagkvæmt og arðbært og þannig að fólki finnist það ekki vera að ráðast að sínum lífstíl. Og það er líka þessi miskilningur þarna úti að allir eigi að ferðast með borgarlínu. Að það sé verið að setja þarna þetta almenningssamgöngukerfi upp og það er allir að ferðast með því alltaf. Þetta er svolítið umræða sem allir að henda bílum bara? Já, við erum að heyra. Það hefur aldrei verið markmiðið. Markmið sem hefur unnið eftir er að 12% ferða í að vera farnar með þessum vögnum sem er ákveðin markvöldun á notkun á strætó en ekki allir og ég hef svolítið hort á samgöngur þannig eins og ég horfi á bara aðra hluti. Það er ekki ein lausn fyrir alla og maður þarf ekki heldur að velja sér eina leið til að nota alltaf. Sjálf gengi stundum í vinnuna, stundum hjóla ég eða tek hlaupahjól, ég nota bíl mjög mikið. Einstaklega sinnum hoppa ég í strætó, tek leigubíl, það bara fyrir eftir eitthvað að henda mig hverju sinni. Og fólk getur farið í gegnum ákveðin æviskeið þar sem að er nánast óhjákvæmilegt bara að vera með bíl. Nú er ég bara með 4 börn eins og Einar líka og það þarf að fara í tómstundir og leikskóla og leikskólinn sem að mín dóttir er á er algjörlega langt utan hverfis til dæmis. Það var mjög erfitt fyrir mig að láta hversdaginn ganga upp ef ég myndi ekki fara með henn á bíl í leikskólan. Þannig að það er svona mér finnst vanta svona svolítið skilning í umræðunum samgöngur, við höfum ólíkar þarfir, flestum Íslendingum finnst fínt að eiga bíl og munu vilja eiga bíl, en það er ágætt að skapa kostin fyrir þá sem geta hugsað sér eitthvað annað og fyrir fólk líka sem stundum vil skilja bílinn eftir heima. Þannig að mér finnst umræðan hafa verið mikið í skotgröfum, ég held við getum lent henni í meiri sátt og ég vil bara frelsi og val í samgöngum og fólk getur bara valið hvernig það ferðast, að við séum greiða samgöngu fyrir alla, við gerum þetta skynsamlega með hagkvæmum hætti og þannig að þetta raunverulega líka raungerist. Af því að svo ég loki þessu á því, ég hefi þetta ágjörði ennþá, það er ekkert alveg búið að loka fjármögnuninni á sem sáttmála. Stór hluti af því hvernig hann á að vera fjármagnaður
er hugsaður að hann hefur fjármagna með veggjöld og það er eitthvað sem bara algjörlega eftir að fara ekki á pólitíska umræði í þinginu og það þarf löggjöf til að innleiða slíkt þannig að það er ennþá bara algjör óvissa hvort og hvenar það verður gert og ef það verður ekki gert með hvað hætti ætlum við þá að fjármagna restina af þessum sáttmála. Þannig að þetta það eru ákveðnir veikleikar en í grunninn finnst mér bara stórkostlegt að við séum að fara í mikla uppbyggingu samgöngu við á höfuðborgarsvæðinu og ríkið ætla að taka þátt í því með okkur. Já, einar án leiðir að koma að staða talandi glærusýningarnas dags, það er búið að falla hugsjón að enginn eigi bíl og allir eru bara með alvegsamgöngum en svo erum við kannski bara waking up and smelling the coffee og það er kannski bara ekki doable alveg svo verðum að tala þéttingun á það. Nei, það er svo sem enginn setja fyrir sér að hætta að nota bíla en kannski bara aðeins að því þú endaðir að svo fjármögnuninni þetta verkefni byrjar í grunninn þegar Sigurður Ingi formaður Framsóknarflokksins nei, bara svona samhengið af því og af hverju við stöndum með því og höfum staðið með því þrátt fyrir að í alveg að því svo þú nefndir það eru svona úrtölumenn nálægt hildi það er alveg líka innan Framsóknar úrtölufólk og svona það er bara því að fólk hefur kannski ekki alveg náða utanum þetta, hvað þýðir þetta og sjá bara töluna kannski til hvers verið að ætlast og eitthvað svona af fólki á að breyta ferðavenjum sínum svona mikið eða fyrir hvernig er þetta og aldrei myndi ég nú nota þessa borgarlínu og eitthvað svona það sem að Sigurður Ingi nær að gera á sínum tíma að koma með fjármuni frá ríkinu og segja við sveitarfélögin herðu, við erum að borga 75% af þessu ef þið borgið 15 þá skulum við gera þetta já, eða eitthvað já, 25 nei, það er 85 og 15 og þá erum við til í þetta en þið verðið að koma ykkur saman það hvað er skynsamlegasta leiðin og þá var, þú veist, það var léttlest og það var þetta og hitt og alls konar og niðurstaðan var þetta BRT-kerfi sem er svona borgarlínu kerfi, strætóar í grunninn á forgangsakrinum í gegnum höfuðborgarsvæðið þannig að þeir þurfi ekki að bíða aukin tíðni, betri þjónusta flottari strætóskýli, þægilegri þjónusta og bara svona eins og best gerist í borgum sem við þekkjum allt sem að ég ætla ekki að endurtaka ræðuna hennar það hvernig okkur er að fjölga og bílunum fjölgar og allt það en við verðum að gera eitthvað til þess að létta álaginu af vegunum ég held að þetta sé í grunninn mjög nauðsynlegt að bæta almenningssamgöngur með forgangsakrinum í grunninn er þetta bara strætó með forgangsakrinum og nú koma borgarlínu gæjarnir og segja herru, þú verður að vera með söluvöruna svo fólk muni nota þetta heitir borgarlína og það er cool og talið það og það er svona margir sem hafa byggt bara pólitískt identitet út á það að vera borgarlínum menn fyrir mér er þetta bara svona verkfræðilegt úrlausnarefni hvernig færum við fólk frá A til B við skilvirkum hætti, veitum við góða þjónustu og valkost við það að vera í umferðartöfum á fjölskyldubílum þannig að ég held að þetta sé lykilatriði því að þróa höfuðborgarsvæðið áfram með auknum vexti og fjölgun íbúa en þetta má ekki vera einhvern veginn skipulagsmálin mega ekki borgarlínan sjálf má ekki alveg yfirtaka skipulagsmálin auðvitað þarf að vera hópur í kringum borgarlínuna og þess vegna er verið að þétta allstaðar allt höfuðborgarsvæðið nálægt borgarlínunni út á Kársnesi og í Garðabænum og svo hérna í Reykjavík og upp í Hafnarfirði er verið að reyna að umbreyta svæðum þannig að það myndist kúnnahópur við þessar borgarlínustöðvar þetta reynir á og víða vekur þetta svona gagnrýni að af hverju verið að byggja þarna en ekki eitthvað staðar annar staðar þannig að svona, þetta er bara þannig að borgarlínan fyrir mér er bara svona verkfærilegt úrlausnarefni og síðan er það hitt sem eru stoppið af framkvæmdirnar sem að fylgja þessu við okkur tókst að knýja fram að það að Miklubraut fari í göng
en ekki stokk. Ég hef aldrei skilið þetta stokkaplan af því að við vitum það að það er tímafrekt og mun gera það verkum að það verður ekki hægt að keyra eftir götunni í nokkur ár. Róbert. Það bara gengur ekki. Ég hef aldrei séð hvernig það var það að ganga upp. Ég meina, við erum með spítala þarna. Hvernig að forgangsaksturinn og slökkulið og allt að komast fyrir utan bara almenning. Þannig að það var mjög gott og það var nýbreytni en þurfti líka baráttu að ná því í gegn. Allir bæjarstjórarnir á höfuðborgarsvæðinu vildu fá mislaugu gatnamótin við Bústaðaveg framar í forgangsröðunina. Það var ekki bara Reykjavík sem var að berjast fyrir því. Þannig að sko allir sveitafélögin vildu öll fá þessi gatnamót þarna fyrr. Þannig að það er ekki, það er raun og veru ríki sem að vildi íta þessu aftar. Og það helgast bara því að fjárstreymið inn í sáttmálan, inn í framkvæmdirnar, það er takmarkað. Það þarf að kljúfa dæmið og þá þurfti að forgangsraða. Og allir eru að fá eitthvað en enginn er að fá allt sem hann vill. Þannig að ég held að það hafi tekist bara ágætlega til. Þetta er orðið raunhæfara plan og er mikilvægt. En ég líka bara núna einhvern veginn þessa dagana að því við erum að tala um samgöngumál. Sko það er margt annað að gerast í samgöngumálum sem að vekur kannski ekkert mikla athygli hérna á Íslandi. En í Bandaríkjunum eru sko bílarnir orðnir þannig sjálfkeyrandi. Eitthvað sem að var talað í kosningabaráttunum fyrir þar síðustu kosningum og þá var verið að hlæja þeim sem töluðu sjálfkeyrandi bíla. Og líka fyrir síðustu kosningar. Núna eru sko allir stóru tæknirísarnir með sjálfkeyrandi bíla í pröfu ferli sem eru leigubílar án bílstjóra og í öllum stærstu borgum Bandaríkjanna er þetta á fleygiferð og þetta mun breyta því hvernig við notum göturnar og ferðumst á milli staða. Það gerbreytir þörfinni fyrir bílastæði í miðborgum sérstaklega af því að þú ferð í vinnuna á sjálfkeyrandi bíl, hoppar inn og svo fer bíllinn og þú þarft ekki að leggja honum. Þannig að sko margt af þessu og svo er það líka þannig að Tesla sér fyrir sér til dæmis mest seldi bíllinn á Íslandi í mörg ár í röð að þegar það eru sérstakir svona robotaxar Teslur sem eru sérgerðir fyrir leigubílaakstur en hugbúnaðurinn virkar líka í venjulegum Teslum. Þannig að Teslan þín þegar framlíða stundur munt þú fá bara tölvubúnaðinn, hugbúnaðinn inn í Tesluna þína og getur látið hana vinna fyrir þig á meðan þú ert í vinnunni. Já. Í leigubílaakstri. Alveg var heldur vel. Og það eru myndavélar sem að tryggja það að það sé engin skemmdaverk í bílnum og allt þetta rekjanlegt og það allt saman. Þannig að sko þessi tækni er á fleygiferð og ef að þetta raungerist hérna á Íslandi þá myndi maður halda það að mannlausir leigubílar sem eru þá væntanlega talsvert ódýrari heldur en mannaðir gerðu það verkum að við þyrftum allavega ekki bíl nummer 2 hugsanlega ekki bíl en allavega ekki bíl nummer 2 því það einfaldlega svarar ekki kostnaði að eiga annan bíl við erum Íslendingar, okkur finnst gott að fara landið okkar og svona langflestir í heimili sem við erum með börn á leikskóla og eitthvað svona á þessu æviskeiði þurfa bíl að halda nema þau búið mjög nálægt vinnu og mjög nálægt leikskólanum og því hugsanlega þá gerbreytir þetta stöðinni og ég núna þegar við erum að endurbyggja gatnakerfið í höfuðborginni finnst mér mjög mikilvægt að við séum með fókus á því að þegar við erum að gera götur að þær séu læsilegar fyrir þessa bíla og þessa nýju tækni sem er að hefja innreið sína í sérstaklega í Bandaríkjunum en vonandi verður Evrópusambandið fúst til þess að hleypa þessari tækni inn til Evrópu líka hraðar en það hefur gert hingað til af því að eins og við vitum öll þá er Evrópusambandið hrætt við tækni og nýjungar og þannig að þetta er svona þú veist, ég er aðeins með
kollin í þessu núna, mér finnst þetta spennandi og við erum að nýta tækifæri þegar við erum að endurnýja gatnakerfið okkar eins og við erum að fara að gera mjög róttækt á næstu áratugum að hafa þetta í huga og forgangsakreinar sem að verða að gera það fyrir borgarlínu, þær munu alltaf nýtast fyrir einhverslags akstur, hvort sem það eru sjálfkeyrandi bílarnir sérstaklega eða sjúkrabílar, slökkviliðsbílar, strætóarnir, þeir geta verið mannlausir eftir nokkur ár. Þannig að ég held að þetta sé plan sem að muni vonandi virka, vonandi kostar það ekki mikið, en ég held að borgarbúar fatti þetta. Ég held að kannarinn sína það, að fólk spennt fyrir þessu. Já. Jú, það einhverjir ósammála það hversu þungir eða léttir þessi vagnar eiga að vera og einhverjur útfærsluatriði, en konseptið að búa til forgang í umferðinni, ég held að við séum öll sammála það. Já. Og mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn hafa verið svona að færa sig nær þessu. Ég meina, hann burðarás í sveitarfélögunum í kringum okkur og málið hefur notið stuðnings innan sveitarfélagana hér en líka forystuflokksins. Þetta hefur verið vandamál í borginni hvað það hafa verið skipta skoðanir innan Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík málið. Mér hefur fundist svona bara aukinn skilningur almennt í samfélaginu á því hvað þetta mikilvægt og Sjálfstæðisflokkurinn í borginni hefur svona fylgt með. Hildur hefur yfirleitt verið frekar hlynnt þessu. Já. Og svona, þú veist, ég held að þetta sé skynsamlegt en það þarf að halda vel utan budduna og verkefnastjórnina í þessu. Það svona í DNA okkar sjálfstæðismanna og við höfum alltaf haft svona svolítið ágjur á hvernig á fjármagnaverkefnið og hvernig verður rekstramódelið fyrir borgarlínu og þú veist þetta allt saman og verið að fara að komistu leiðina og hvern arðsemismat á verkefnið. Þetta svona típist sem að við spáum í og við höfum haft áhyggjur frá upphafi, alveg frá því áður en að Einar kemur inn í borgarstjórn þegar sáttmálinn kemur fyrst til afgreiðslu að þá var það sem að við höfum áhyggjur af og bókuðum við afstöðu okkar, það var einmitt þessi atriði, það var bara fjármögnunin og hvernig þetta standa reksturinn á borgarlínu og nú fórum við verða áðan hvað rekstur sveitafélaga aðþrengdur og þá þetta spurningin, geta sveitafélagin tekið á sig að reka nýtt og dýrt almenningssamgöngukerfi, hvernig ætlum að fara að því? Nú komið í ljós að ríkið ætlar að koma inn í reksturinn að þriðjungi en það sama, það verður alveg einhvern veginn þungt í vöfum og ég hef þetta ágjörð því að við séum að byggja okkar skipulagsáætlanir í húsnæðismálum og samgöngumálum á borgarlínuverkefninu án þess að sé vissa hvernig við að fjármagna það og það geti bara hreinlega á einhverjum tímapunkti bara stemt í einhvers konar öngstræti og þess vegna þurfum við bara að passa að gera þetta skynsamlega og byggja á skýrum áætlunum og plönum og Dagur sem að ég ber virðingu fyrir sem stjórnmálamanni, hann hefur samt oft notað aðferðina að bara keyra okkar vision og svo trúa því að öll púslinn muni einhvern veginn raðast á eftir honum í reikspólinu en þetta það aðeins flóknara þegar þú ert að horfa á svona rosalega samgönguframkvæmdir. Óvissan í fjármögnunni, fjárfestingunni í öllum þessum uppbyggingaverkefnum ríkismegin. Það rétt sem Hildur nefnir að það að hluta til óvissa það ófjármagnaður hlutin á seinni hluta tímabilsins, framkvæmda tímabilsins næstu 5 ár eru nokkuð klár það náðist stór áfangi núna og var mikið keppikefli því ég var formaður samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu á þessum tíma mikið keppikefli að ná ríkinu inn í reksturinn af því að það alveg klárt að sveitarfélögin get ekki axlað þá áhættu ein að reka borgarlínuna. Við vitum það að þessi kerfi víða hefur gengið hægt að fá fólk inn. Það að segja, fá fólk til að nota þetta í borgum erlendis. Það tekur lengri tíma og farþegar fjölda spárnar eru of bjartsýnar og allt þetta og þarna kemur bara fljótt að koma rekstrar gat sem að sveitafélögin get ekki ein axlað ábyrgð á. Þannig að ríki kemur inn með þriðjungshlut inn í reksturinn og ábyrgð og svo þegar og það gerist núna strax og svo þegar borgarlínan byrjar að keyra vonandi 2030 að þá á að endurskoða það til hækkunar hlutfalls ríkisins þannig að vonandi verður þetta 50-50 á endanum og það var mikill áfangi að ríki skildi stíga það skref.
Svo ein pæling líka vegna þess að sko Miklubrautagöngin eru rosalega mikilvæg samgönguframkvæmd og það er náttúrulega alltaf ákveðin stíplað þarna á Miklubrautinni sem að fólk í úthverfum finnur mjög fyrir og kvartar undan. Það er auðvitað vont hversu aftarlega sú framkvæmd, hún er alveg í blálókin á framkvæmdatímanum. Þetta er langsamlega dýrasta framkvæmdin í sáttmálanum, hún er ekstra á bilinu 50-60 miljardar. Þarna mætti líka ræða vegna þess að út af óvissunni með fjármögnunina og ef ekki tekst einhvern veginn að koma í gegnum þingið hugmyndum veggjöld að þá er náttúrulega annar vinkill að fara í einkaframkvæmd til dæmis á jarðgöngum sem þessum með einhverju hóflegri gjaldtöku og það er bara vel framkvæmanlegt og það er það sem ég myndi vilja sjá skoðað í auknum mæli í Reykjavík einhverja hóflega jarðgangagerð í einkaframkvæmd með hóflegri gjaldtöku og þar höfum við til dæmis talað stundum Vesturbæjagöng vegna þess að þegar við sjálfstæðismenn höfum talað uppbyggingu í Örfiriseyið út á Granda þá hefur fólk sagt á móti en hvernig óskopunum á samgöngukerfið að taka móti þessu fólki. Það mætti til dæmis skera með einhverjum Vesturbæjagöngum sem getur þó þjónusta Seltjarnarnes líka gert að verkum að gata eins og Hringbraut sem skeri sundur Vesturbæin að hún geti orðið meira ættu við ykkur að vistgötu. Þú veist, það má leika sér með svona hugmyndir og ef við förum í meiri jarðgangagerð þá getum við skapað mannvænna umhverfi á yfirborði, jafnvel meira byggingaland, öflugri græn svæði og áframætti telja og þetta finnst mér mjög spennandi og þá er ég að horfa á þá forsöndu og það verði einmitt í einkaframkvæmd. Já, spennandi, mjög spennandi. Já, Vesturbæjagöng, ég kerum á þetta. Ég er on. Tvær lokaspurningar frá mér ánum leifa hlustendum spyrja ykkur spjörunum úr, það var margar spurningar og ég var mjög ánægð með það. Takk aftur, kæra hlustendur. Byrjum á þér Einar, það slítir þessu meirihluta og það segja mig fyrir þátt og stóð sér eftir því. Þið talið alltaf bæði bara eins og þið eru bæði að fara fram í næstu sveitarstjórnarkosningum sem eru bara núna í vor, næsta sumar 26 en svona bara stutt Einar ætlar í formann Framsókn? Ég veit ekki eins og til þess að það sé í boði hvort það verði kosningu formann eða ekki. Við eigum ágætan formann og ég treysti honum og ég er ekki að hugsa það að bjóða mig fram til formanns. En ég ætla að bjóða mig fram í sveitarstjórnarkosningunum og bara mér finnst það og hefur fundist það ótrúlega skemmtilegt að starfa á vettvangi borgarinnar og það er mjög margt sem að þarf að gera eins og þau hafi heyrt í þessu viðtali. Já, heldur betur. Og maður kemur einhvern veginn eldurinn er bara kraumandi í manni. Verkefnið er ærið, það er alveg augljóst. Já, ég meina þetta er skemmtilegt þó þetta sé krefjandi og margar áskoranir sem að eru þarna á borðinu þá bara hlakka ég til að takast á við það og ég ætla að gefa kost á mér í oddvitasætið hjá Framsókn. Já, Hildur, þú farið sambærilega spurningu það var nú eitt hlustandi sem sendi nú á okkur fyrir þátt minna þið ekki átt borgarstjóra frá 2008-2010 þegar Hanna Birna var minna þið komist ekki borgarstjórn næst verið ekki þá bara hætt að bjóða fram í borginni? Nei, alls ekki og maður gegnir, það er auðvitað líka svo ég gefi nú minnihlutanum í borgarstjórn það að hann gegnir auðvitað alltaf líka ákveðnu aðhaldshlutverki sem skiptir máli og það er nú ekki þannig að þó að ég hef verið minnihluta í þessi 7 ár sem ég er búin að vera í borgarstjórn að mér líði eins og maður sitja með hendur í skauti eða hafa engin áhrif eða gera ekkert sem skiptir máli en við stefnum auðvitað fullum fötum á því að komast í meirihluta næst og það eru svona kannanir eru bara kannanir en það eru svona ákveðnar vísbendingar í könnunum að það geti gengið ágætlega. Samfóð er sterk í Reykjavík. Já, mjög sterk. Það kom ein könnun sem bendi til þess að Samfóð verið sterk í Reykjavík. Þau eru auðvitað með mjög formaður Samfylkingarinnar, Kristrún Frostadóttir, eru auðvitað bara vinsalasti stjórnmálamaðurinn. Já, það er bara þannig. Og þau munu að líkindum græða á því. Já. Það er bara svo leiðis. Ég held að fólk átti sig ekki alveg á því. Ég skil alveg af hverju fólk hrifið af Kristrúnu og hún er mjög merkilegu stjórnmálamaður og hefur náð bara miklum árangri með Samfylkinguna og og svona ég held að fólk kunni vel að meta það þegar það kemur stjórnmálamaður sem er bara tilbúin að segja heyrðu, stopp nú ætlum við að gera þetta svona hún er bara ákveðin og stendur sig ágætlega og svona út frá svona leiðtogafræðunum held ég hún er bara að standa sig vel að því leyti alveg eins og nýi meirihlutin í borginni
þá nýja ríkisstjórnin að skreita sig með stólnum fjöðrum, að taka fullt af málum frá fyrirverandi ríkisstjórn og klára þau, frumvörp sem voru á lokametrunum og nánast tilbúin og gott og vel, bara fólk kannski má hafa það í huga þegar auglýsingaherferðina dynja á þeim á samfélagsmiðlum verkstjórnina en fólk verður að átta sig á því, Reykvíkingar, að samfélkingin í Reykjavík allt annað dýr heldur en samfélkingin á þingi. Hún miklu vinstri sinnaðari og ekki jafn upptekin á ábyrgri efnahagsstjórn eða segja stopp og slá vöxtunum niður. Nei, ég meina, það gengur nú reyndar ekki vel hjá Kristrúnu en samfélkingin í Reykjavík allt öðru vísi flokkur. Já. Og bara sögulega miklu vinstri sinnaðari og hópurinn þannig skipaður, þannig að það þegar fólk hrífst á samfélkingunni núna í ríkisstjórn þá held ég að þau ættu að staldra við og hugsa að þetta sami flokkurinn. Já. Og þannig að ég held að samfélkingin í Reykjavík núna í borginni fái stuðning út á stöðun í landsmálunum. Við náttúrulega ríðum ekki feitum hesti í þessum skoðanakönnunum núna, flokkurinn í lægð og líka bara á Alþingi, og í landsmálunum og útreið í síðustu kosningum og þetta bara áhyggjuefni en við ætlum að berjast áfram vegna þess að við teljum það að samvinnu hugsjónin, það að vinna með fólki, að leysa vandamál, vera dugleg, koma með hugmyndir, vera tilbúin að brjótast aðeins út úr þessum kerfum og djöflast aldrei áfram, að það höfði til kjósenda. Við viljum bara, það þarf alltaf að mynda meirihluta og þú getur ekki gert neitt einn og í samstarfi þá verður að vera hægt að taka tillit til fólks og ég en á endanum þetta trúnaði við kjósendur og ég bara hef trúað því að þegar þessi kosningavetur sem framundan þegar honum líkur og við förum í kosningar að þá sjáum við fólk að það verði að skipta stefnu í borginni, það þarf að gera samfélkingunni frí, hún burðarásinn í þeim meirihlutum núna síðustu kjörtímabila og fólk held ég bara að koma með nóg af því. Já, sjáum til. Held ég bara að koma að rittararspurningunum sem jafnframt loka leiðurinn. Þetta búið að vera veisla. Búið að vera mjög skemmtilegt. Djúvill eru þau skemmtileg. Það þetta lengi. Þetta eru 13 klukkutímar. Við ætlum að reyna að hafa ganginn góðan í rittararspurningunum. Það eru nú líka margar á léttunótunum, sko. Já, það eru margar á léttunótunum. Og svo er lengjan auðvitað með okkur. Það kannski örstuðt, bara náttúrulega enski að byrja. Hvar eru þið í enska? Sko, hvar eru peningarnir ykkar að fara í vetur? Ég náttúrulega veðja aldrei upp á peninga, en Hattar er samstarfsaðan? Já, nei, sko, já. Ég tók bara, ég er með svo mikið keppniskap. Já. Og ég líka kannski smá spennufíkill. Þannig að ég tók bara ákvörðun ungur maður að veðja ekki upp á peninga. Nei, það er bara klókt. Það myndi bara enda illa. En sögulega séð þá fylgist ég með Manchester United. Já. En ég skal viðurkenna það. Ég er latur og horfa á hófla. Já. Hvar þú, Hildur, og heimilið þitt? Mitt heimilisfólk Arsenal, sko, en ég er bara káeringur, sko. Það bara káerhjartað, sko. Heyrðu, sáðu þið boltasækjunni gera? Heyrðu, glæsilegu boltasækjunni. Aldraði boltasækjun. Svo erum við Subway. Já, nei, maður var auðvitað Þetta var áhugavert. Maður var í besta sætinu, þannig að maður... Þú gerir þetta aftur? Ég gæti neðst til þess. 3 stig, það er sjálfsesjón í Vestmannaeyjum. Þetta er bara nýtt lukkudýr fyrir liðið. Já, nei, þetta var frækin sigur hjá okkar mönnum. Gaman að sjá að taka afturheldingu. Glæsilegt. Já, þetta var glæsilegt. Líka fagnaðarlætin í klefanum, það er gaman að KR sé að fagna svona að vinna afturheldingu. Það er það sem áður var. Þetta var nýja grasi sem við náðum að koma niður. Jú, gott ef að... En svo er nýja stjórnin að skera niður til okkar. Það er ekki lengi gert. Helminga þetta. Það er selalögin, hún kostar. Já, hún kostar. En svo er það Subway, stjórnumáltíð, fjölskyldutilboð, barnabox. Sko, kannski rétt bara fjölskyldutilboðið
Já. 2 12-tómmu bátar, 2 6-tómmu bátar, 2 litra gos, 6 skall undir. Þetta er ekki neitt sko. Þetta er bara ekki, þetta er ekki nösvart. Gleyma að tengja þetta vísitölu sko. Þetta er búið að vera sama verð þarna heilengi. Já, þeir stenglindu sér þarna, því miður. Já. En svo það Equal golfferðir, önnur létt hérna. Sko, innföld frá þeim, þið eitthvað í golfinu, Hildur? Nei, en eiginmaður minn er í golfinu. Ég held sér nóg fyrir heimilið með mörgbötna bara annar aðilinn sé í golfi. Hann er farað veiku golfar eða ekki? Svona, en þú veist, ég á margar vinkonur sem þú líkið mennirna að fara í golf. En sko, ég er mjög hammingur ykkur hjónabandi en ég elska það maður mér fyrir golf og kvöldin. Mjög næs að vera eina kvöldin. Þannig að hann fær alltaf að fara í golf. Sko, við, Milla, einhverjum minn, við byrjum aðeins að spila áður en að við eignuðumst Emil, sem sagt, fyrra. Já. Og rosa gaman og við erum bæði cirka jafnléleg og svona og þú veist, það var bara fínt. En svo fórum við að hlaða niður bönnum og þá er þetta bara aðeins á hold. Já. En ég held að, þú veist, við förum í þetta síðar. Já. Ég er allavega á biðlistanum í Nesklúbin. Okay. Mér skilst að segja 9 ára biðlisti, þannig að ef ég þróa með mér áhuga næsta árum, þá er ég búin að ég sýndi fyrir ykkur. Þetta er svo leikskóla biðlistandi. Þú eru ekkert spilað? Aldrei. Nei. Ég spilaði nefnilega aðeins þegar ég bjó í Bandaríkjunum í 2 ár og í Flórida. Og það var alveg freistandi að fara aðeins gott, góði vellir og gott veður. Ég tengi ekki alveg við rók og rigningu og golf, því að maður er ekki nógu góður til þess að njóta þess í rigningu. Sko. Nei, það, En ykkur golfferðir, þeir eru ekkert mikið að fara í ferðir. Nei, það er akkurat það nefnilega. Ef þið hafið hug á því að skella ykkur í golf og eru ekki fyrir vindin, róki og rigninguna, þá eru ykkur golfferðir. Þeir eru með, það er ég. Jón Skafta Loksis, Einar, þetta eru þínu menn hérna. Jón Skafta Eymar Hildar, þú veist, það er ein ferð 19 nætur í Tælandi undir 1 milljón. Mögulega að senda þangað. Senda hann bara þangað. Ekki frí fyrir mig. Herri, maður sjá Nonni Kristjáns til Einars. Hversu mikið saknar þess að vera matar af sirkusmörkum í handboltar? Ég skil ekki því spurningu. Ég er heilsa honum. Snillingur. Ég saknaði þess ótrúlega. Þegar, þú veist, vera matar af sirkusmörkum, hopp inn úr hotninu og neglanum í saman. Já. Saknaði þess mjög. Ekki spurning. Sko, Auðun Bragi á næstu, hann er til þín einnig, okkur hattar bílastæði? Ég elska bílastæði svo mikið að ég, þú veist, bara bý í útkverfi og er með bílastæði heima á mér og það eru aðrir sem að hata bílastæði sko. Magni Mar, þessi til eitthvað beggja sameiginlegt framboð Framsókn Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins í borginni, er það eitthvað sem mætti skoða? Búið til blokk? Svona erlista típ, svona sameiginlegt framboð? Ég held að við séum nú ekki að horfa í það oft, nei. Við sjálfstæðismenn gungum alltaf óbundin til kosninga, en auðvitað viljum helst mynda blokk og meiri hluta eftir kosningar með flokkum sem horfum sem átt, eins og Einar fór inn á áðan, það er auðveldara og árangursríkara að vinna með flokkum sem eru með hugmyndafræðilegan samhljóm og þú sért ekki í ykkur núningi alltaf við samstarfsfólk þitt í hvað átt á að stefna. Sko, þau eru náttúrulega velkomin í Framsóknarflokkinu ef að þau gangast undir stefnu flokksins. Gangi þér vel Einar með þetta missjón. Er ekki að tala unga sjálfstæðismanninn sem sá ljósið. Þú ert velkomin heim aftur Einar minn. Mjög gott. Venskubreykin elsta mann. Já. Lukas Leo spyr, var þetta Build Back Better program fyrir Einar bara eitthvað skam? Hvað sagður þú? Þú varst með þetta Build Back Better program í Reykjavík sem að Hjörvar Haflaði mikið talaði í Dóttarfútból. Já, var það? Þú ætlaðir að byggja upp betri Reykjavíkból. Já. Og hann spyr, var þetta eitthvað skam? Nei. Nei, þetta var ekki skam, það stutta svari. Herri, þá lítið eftir af þessu hjá okkur, kannski tökum David Jones, kókuspölu dölunar. Vá, sælis. Góðar. Já, gott millumál. Já, þrælgott í golfpókan fyrir þá sem eru þess eðlis, en það var ein til Hildar sem ég ætla að taka þarna. Hvað var það besta sem Einar gerði sem borgarstjóri? Fleiri jólaljós niður í bæ. Svo reyna stendur upp úr. Það var reynda geggja prógram. Við deilum því hann á afmæli náttúrulega á aðfangadag eða ekki og sonu minn á afmæli jóladag og ég er mikið jólakona. Þannig að mér fannst gaman að þessu og mér fannst fólk sko, það fór eitthvað peningur í þetta og ég viðurkenni að við vorum aðeins svona báðum áttum með þetta en það vakti gleði.
og þetta var fallegt og gaman. Ég hendi sem sagt fekk bara svona hugmynd. Mér finnst ekki nægilega fallegt niður í miðbæ á aðvendunni. Og ég hugsa, ég borgarstjóri, ég get gert alls konar. Þú veist, við við erum kannski ekki alveg á hausnum, en við eigum alveg fyrir að setja upp nokkrar seríur. Þannig að ég hef kannski greint frá því opinberlega, en verkefni hét Make Christmas Great Again. og það var bara svona til þess að halda fólki áhugasömu verkefnið. Og við áttum bara þarna eitthvað lið sem gæti hanna eitthvað smá og gæja á miðstöðu sem gætu smíða bara eitthvað svona riggað upp alls konar skreitingum og bara heimatilbúð og flott og ódýrt þannig séð og var rosalega fallegt. Austurvöllur var bara geggjaður og meiri jól sko. Já, glæsilegt, maka. Aldrei vantar í útgjöldin. Þetta var low cost, high impact. Já. Við erum hrifin og svona. Getum vel tekið út í það. Kemur auðvitað að fara okkur enska boltan. Já. Það var ekki sjálfsagt, þeir þurfti ekki að gera það. Nei, þeir þurfti að selja einhver 30.000 vörunúmer til að gera það. Já, þeir eru að fara létt með það sko. Og svo það frumir allir með 8 í endastaf. Orri Hlöðursson, hann að kukka henni góðbúi. Já, hann að því. Margir tala heilina bak við Ástísi. Jú, einhverjir gera það, já. Slagir Ástísi. Hárrétt. Heyriði, það eru bara loka spurningarnar. Það eru 2 til Hildar og 1 til Einars. Hildur, við byrjum með þér. Hver stóð sér betur sem borgarstjóri King Dagur B eða Einar? King Einar? Ég ætla að gefa Einar þetta. Ég bara svo ótrúlega ósamála stefnu dags. En ég ber virðingu fyrir honum og hann hæfilega ríkur stjórnmálamaður og hann var trúr sinni samfæringu og ég ber alltaf virðingu fyrir því. En ég held að þurfa að vinda á hana ýmsu sem hann stóð fyrir. Ég með eina á þegar þegar við erum alveg að slúta hérna. Fannstu mikil viðbrigði að King Dagur fór og Heiða tók við, bara í samstarfinu? Þau eru mjög ólík. Já. Þannig að já, það voru talsverður viðbrigði. Já, alltaf mikil reynslu bolti. Já, og bara öðruvísi, sko. Og alltaf slitnaði ekki slefið á milli Einars og Dags. Hvað ert þú að drekka? Nei, ég meina Dagur var það bara ágættur í samstarfi, sko. Og náttúrulega kannski þekkti borgina líka sem borgarstjóri. Heiða hafði svo sem verið í borginni áður en bara sem formaði velferðarás og kannski svona hafði sem slík ekki beinlínis snertifleiti kannski við mörg önnur svið borgarinnar. Þannig að það var ólíkt að vinna með þeim. Já. Þessi til þín Einar, hver er þinn uppáhalds framsóknarmaður fyrir utan Guðmund Halldór Björnsson? Já. Minn uppáhald framsóknarmaður. Já, fyrir utan alltaf Guðmund Halldór markastjóra sínar. Já, sem er minn uppáhald. Skilur við. Best of the rest. Ég get ekki nefnt einn annan en hann. Nei, það er bara hann. Það er bara þannig. Loka spurningin til að begja, byrjum á þér Hildur. Af hverju er mikilvægt að Sjálfstæðisflokkurinn komist aftur við völdi í borginni? Samfylkingin hefur auðvitað setið við stjórnartaumana í nær 3 áratugi, nánast óslitið og þá er ég auðvitað vísi undantekningarnar þegar Hanna Birna og Vilhjálmur Þótt og fleiri voru borgarstjórar þarna tíma. Mér finnst það að síða ógefahliðina á þessum tíma og það er sannarlega komið tími til að breyta eins og Ingibjörg Sólrún, það var slagur hennar þegar hún tók yfir borgina af flokknum og nú má segja það sama, það er tími til að breyta. Og ég held að við þurfum að snúa við ógæfu stefnu í húsnæðismálum, við þurfum að taka skurk í skólamálunum, horfast í augu við vandan og virkilega, ég vil sýna það mikið metnað í skólamálum að við stefnum að því að vera með skólakerfi í fremstu röð. Og þá vil ég bara nefna að íslenskt þjóðfélag er bara í fremstu röð á mjög mörgum sviðum og það er ekkert sem segir að við hefum ekki líka geta verið það þegar kemur á skólanum okkar. Ég vil að við tökum þessi leikskóla og daggæslumál líka í gegn með miklu fjölbreyttari lausnum, tryggjum traustan fjárhag, sköpum svigrúm og aðstæður til að fara að lækka skatta, styðjum við öflugt atvinnulíf og ég held að ekkert að þessu gerist nema Sjálfstæðisflokkurinn sem er þessi hinn stóri turn í borginni, það hafi verið svolítið Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn og það er yfirleitt þannig að annar turnin þarf að vera í meirihluta og nú má þessi Samfylkingaturn fá bara sitt frí. Og það er komin tími til þess að við fáum tækifæri til að láta ljósokar skína og hlusta á það sem að fólk er að kalla eftir hérna í borginni. Það er alveg augljóst að fólk er orðið svona svolítið langþreytt
á því hvernig málum hefur verið háttað, finnst ekki á það hlustað og líður svolítið eins og það sé verið að pranga upp á það einhvern veginn lífstíl og hugmyndum sem að því hugnast ekki og að þjónustan sé ekki nægilega góð. Þannig að ég held að sé komið tími til að breyta og til að skipta forystu og ég svaraði nú ekki á það en ég ætla að bjóða mig fram fulla ferð aftur og lít nú bara svolítið á að baráttan sé bara byrjuð og við horfum svolítið þannig að það. Við erum að kickstarta þetta aldrei. Já, við erum svolítið að kickstarta þessu bara. Þannig það er komið tími á breytingar og tími á sjálfstæðisflokkin í forystu borgarinnar aftur. Já, Einar, þú var að loka spurninguna, nú þekkir þetta alltaf eigin skinni, þú ert búin að vinna frá miðju til vinstri. Þú er svona allavega með hvernig þú talað, finnst mér þú vilja mynda meiri hluta frá miðju til hægri. Af hverju er það mikilvægt fyrir borgarbúa? Já, sko ræðan Hildar, hún, sko ef að framsókn er ekki sterk í borginni, þá bara getur Hildur tala svona út í tómið og þau mun ekki komast með, koma sínum málum á framfæri. Ekki alveg sammála því, en ok. Já, nei, ég held bara að hinga til hefur ekki verið stjórnmálaflokkur sem er tilbúin að tala við þau. Það hefur verið vandamál sjálfstæðisflokksins. Framsókn er ákveðin brú til þess að mynda nýjan meirihluta frá miðju til hægri. Alveg eins og hann var brú til að mynda meirihluta frá miðju til vinstri síðast. Og það þarf, við erum samvinnufólk, það er hugmyndafræðið okkar að leita lausna. Við erum að sjálfsögðu með okkar gildi og stefnu sem að ég held að við höfum komið ágætlega framfæri að sýna borgarbúum dálítið mildi. Við viljum náttúrulega þegar kemur að samgöngum og ýmsu svona sem að við erum ekki kreddu pólitíkusar. Við erum ekki á móti bílastæðum eins og þessi spurning. Vittlisingun Auðun Bragi var með, nei, þið vitið, sko, við viljum ekki þrengja götur bara af því bara. Til þess að, þið vitið, það eru svona kreddu pólitík í sumum stjórnmálaflokkum í borginni sem að við tengjum ekki við. Við erum bara lausnamið og vinnusöm og vinnum fyrir fólkið. Og þannig að við erum bara þar, en við erum líka þannig gerð og að við erum tilbúin að rétta út höndina og vinna með öðrum. Og til þess að verði hægt að mynda meirihluta frá miðju til hægri yfir pólitíska ásinn, þá þarf framsókn að vera sterk. Öðruvísi gerist það ekki. Nei. Þannig að því ég býst við því að flokkar muni áfram halda áfram að útiloka hver annan og það bitnar yfirleitt á sjálfstæðisflokknum og þannig að en við erum náttúrulega að tala um þetta núna eins og þetta sé bara á morgun. Það er rosalega margt sem að mun gerast. Við fáum krafta fyrir kosningar. Í vetur og en auðvitað er maður með hugan við þessar kosningar bara vegna þess að líka maður finnur þörf til þess að knýja fram þær breytingar sem við teljum að þurfa að knýja fram. Klæjar puttana. Já, með klæjar puttana. Og ég bara vona að kjósundur fylgist vel með í vetur og meti svo bara kostina og kjósi rétt. Ég fæ að nýta rétt aftan við vegna þess að ég lít svo á að það verður ekki hægt að mynda meirihluta breytingar öðruvís en að sjálfstæðisflokkurinn hafi þann styrk að loknum kosningum og það verður ekki hægt að horfa fram hjá okkur. Og þessi útilokuna pólitík sem hefur svolítið verið spiluð í Reykjavík, hún er að mínu mati listileg leikjafræði hjá Degi Begertsinni sem hefur gjarnan talað uppátt að sjálfstæðisflokkurinn þurfi frí, hann hefur talað það á vettvangi þingsins, lagt mikla áherslu á það í borginni að sjálfstæðismenn séu ekki við stýrið og það sem að gerist eftir síðustu kosningar er að flokkarnir sem að mynduðu meirihluta höfðu myndað með sér bandalag að vinna saman aftur að loknum kosningum og þau læstu sig í þessu bandalagi Vinstri græn og Líf Magnúsdóttir á Vinstri grænum fekk skýr skilaboð frá sínu baklandi að meirihlutin féll þeim var hafnað og hún færi ekki inn í annað meirihluta samstarf þannig að hún steig strax út og sagði ég fer ekki inn í meirihluta þannig að þá var Einari boðið upp í dans og ég er ekki sammála því að það hafi bara ekkert annað verið í stöðinu og ég sagði við Einar þá og ég segi það aftur núna að þarna þurfti bara að bjóða upp í smá störukeppni
Hlustendur sem eru ennþá að hlusta eftir 3 tíma þegar ég að skila að heyra þetta. Akkurat, þarna Hvað bauðstu Einari? Nákvæmlega, nei, ég sagði núna, þetta kallar á störukeppni. Þarna er Dagur að leggja fyrir þig gildru og hann er að stilla þér upp við vegg og hann er að setja því þá stöðu að þú engan annan kost. En ef við förum í störukeppni og segjum, herri, ég læt ekki stilla mér upp við vegg. Ég boðaði hérna breytingar og ég ætla að mynda meirihluta breytingar og við myndum býða þetta á okkur og ég veit að 100% að upp úr þessari keðju hefði flosnað. Það hefði verið hægt að mynda hann meirihluta. En ég horfði á hann Einar vin minn setja á sig sprengjuvestið og fara inn í þennan meirihluta vitandi að það yrði mjög erfitt fyrir hann og myndi hafa afdrifaríkar afleiðingar. En sem betur fer þá tók hann þá ákvörðun sem að ég til skynsamlega að brjóta sig út úr þessu. Og ég held að Einar muni uppskera meira í kostningum heldur kann hann gefið til kynna. Ég vona það. Hann er flinkur frambjóðandi og þetta mun örugglega ganga betur. Já. Takk fyrir þetta. Ég geti haldið langur ræðu, það var svo margt gest en allavega borgarbúar eiga betra skilið og ég sjáum hvernig þetta fer. Sjáum hvernig það fer, góð lokaorð. Þau eru ekki bara frambærileg, þau eru líka skemmtileg og svo eru þau skemmtileg saman. Heldur betur, ég held við ætlum bara að bóka þau aftur fyrir næstu kosningar. Hildur Björnsdóttir, Einar Þorsteinsson, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Sömuleiðis.